FM 957 Topp tónlistarstöðin. Klukkan orðin 4 og FM 95 blöður komur á fóninn ásamt Mötley Crüe sem hér undir og við hilsum ykkur á þessum, yndislega föstudegi. Það kannski rigning úti en við erum með sól í hjarta því að það svo mikið að vera. Auðun Blöndal heiti ég og sit í mínu sæti og beint á móti mig sitja meðstjórnendur mínir. Annar þeirra heitir Steindi Junior. Hvernig ertu? Ég fróandi fínn og fyllandi góður í dag. Það gott að heyra, mikið óbóðslega gott að heyra. Já, ég rosalega góður í dag. En þú funkar eftir veðri, hvað þýðir rigning fyrir þig? Já, vissulega er hún leiðileg en ég bara mjög sáttur. Við vorum að læsa klippi á Getto Betur. Já. Það alltaf gert bara svona last minute. Þetta Getto framleiðsla eins og ég nú komið inn á. Og þá einhvern veginn líður manni vel. Maður skokkar bara úr stúdíói og yfir í annað stúdíó og þá svona ég veit ekki, maður búinn að koma því frá. Já, það tilbúið. Það tilbúið og ég veit ekki, þótt ég segi sjálfur frá þá held ég að þetta sé besti þátturinn hingað til í kvöld, hann svakalegur. Já, takk fyrir það. Þú varst reyndar gæðast, þú varst æðislegur. Ég að grína. Það bara erfitt að keppa þig Breiðholti. Þú ert ekki svo eini sem að lesa klippi núna, sko. Nei, ég veit það er nefnilega svolítið, þetta stór dagur, það ekki bara Getto. Egill gat ekki setið á sig, ég átti eftir að fara yfir á hann. Nei, þetta er bara rétt hjá honum. Málið er að þetta þriðji þátturinn að Getto Betur. Jú, þetta er bara old news, hann byrjaður, hann hafinn. En það virkilega ferskir hlutir að fara að gerast þetta eftir og ég ætla að kasta boltanum yfir. Hvernig þú, Egill Einarsson? Þetta besti föstudagur ævinnar. Það bara þannig. Þetta rosalega. Ég var að hugsa, hvenær Eyjur betri? Ok, það EM að detta inn. Já, það að byrja í dag. Það föstudagur. Ekki peppa EM, hann á sama tíma á Getto Betur. Það enginn að fara að horfa á Rúmeníu fara að spila fótbolta. Við erum að tala móti bara. Ég að telja 4 hluti. EM að byrja í dag, þó sé bara piece of shit leikir, enginn að horfa í dag. Það byrja í dag. Númer 2. Þriði þáttur að Getto Betur í dag. Akkurat. 3, það föstudag sem uppáhaldsdagurinn minn í vikunni. Það uppáhaldsdagurinn? Æðislegur dagur. Ég elska föstudag. Ok. 4, ég að spila The Carolet í nótt, sem minn eina með uppáhaldsdagurinn. Carolet? The Carolet. The Carolet? Já, ok. Það væntanlega kótilettan. Já, það kallað The Carolet. Þeir líka nú vil ég ekki vera leiðilegur, ég ætla ekki að fara að skemma fyrir besta dag æviðinnar, Egill. En hver sá tímasetningun á Muscle Boy? Ég var að sjá þú klukkan 3 nóttina. 3 nótt. Það prime time. Já, en á kótilettun það ekki prime time, þannig að fólk að sofa. Selfisingurinn ofurinn ofurölvi 2:30. Þá kemur Man of Muscle. Og rífur þetta í gang. Ég vonast að sjá 1-2 kannski sofandi út í hotna gólfinu. Það var veisla. Ég hef aldrei farið á kótilettuna. Það kannski kíkja á það. Kíktu á höfðinginn í kvöld. Númer 5. Nýtt Monster heitir þetta klón 17:0 í dag. Þetta ástæði fyrir þetta besta ræðminnar. Ég búinn að sjá vídeoið og það æðislegt. Thank you. Og þetta líka nýtt, sko. Muscle Boyin ekki lengur í einhverju hardcore technoi. Hann búinn að setja DJ Alligator til hliðar og hann komin í country techno. Ég country. Maður verður að hann út að þroskast sem listamaður. Já, ég verð ekki það. Komin í countryið, sko. Ég get ekki farið svo langt að segja Egill sem DJ Muscle Boy sé að þroskast sem listamaður en lagið flott. Þetta ekkert annað list. Má ekki staðna. Það líka, sko. Fólk mun heyra smá Avicii þarna. En það líka, sko, country tónlist svo tónlist sem þérna mestan pening í Bandaríkjunum. Þú veist alveg hvað það gerir. Ég var að gefa þér það. Ég get mögulegt að rækja inn, við ekki það. En það ekki bara Getto Betur og nýtt lag frá Muscle Boy því að þátturinn í dag sem þetta gengur nú allt út á rosalugur líka. Já, hann þéttur í dag. Við fáum besta handboltamann heims í heimsókninni eftir. Hann góður vinur þáttarins og heitir Aron Pálmarsson. Já, kjúklingurinn svo við köllum hann. Já, kjúli, við þurfum aðeins að ræða við hann. Ég horfði á einhvern rosalasta handboltaleik ævi minnar. Það ekki langt síðan, þá voru að vinna með 8 mörkum í úrslitaleik meistaradeildarinnar en tapaði svo niður. Ég ætla nú ekki að fara ómikið út í það með honum, ég held að hann vilja ekkert vera að rifja það upp. Það landsleikur hjá þeim, gríðarlega mikilvægur landsleikur í handboltalandsliðinu á sunnudaginn. Og já, ég ætla líka hversu mikilvægur leikur þetta? Þetta bara upp á að komast á næsta stórmóteldi. Við förum kannski yfir það fyrir með kjúklingu eftir. Svo vil ég óska stelpunum okkar til hamingju. Þær eru nánast komnar á EM. Sko, það er alltaf gerast hjá íslenskum íþróttamönnum. Ég mjög ánægður með það. Akkurat. Við erum sko að fara að spila á EM núna í sumar, karlalandslið og stelpurnar komnar líka, þannig að það ekki við neina kvarta. Við erum með kortmyndurum frekar hér á eftir. Við þurfum að hringja í einn góðan vin okkar sem að komst inn á lista. Já, betur, þið voru að segja mig frá sem lista. Já. Því að þið hringdu fyrir í dag og ég var nú ekki með ykkur. Við ræðum það betur hér á eftir listan, sko. Já, ég ætla að ræða hann á eftir. Já, þá förum við hans inn á það. Því að við meðum ekki gefa mikið upp áður en við tölum við manninn. Já. Svo erum við með, við ætlum að henda Aroni í Gifta, sofa, drepa og þú ætlar að henda honum í hvað? Ég ætla að henda honum í King of Love. King of Love, já. Og svo erum við Muscle Boy lagið, það frumflutt í dag. Klukkan hvað vildur þú hafa það?
17:00 á slæginu 17:00 og ekki taka blöð á þetta og segja, ég þarf því miður að hafa með 17:15 það klukkan 5 blöð þetta verður oft tekið eitthvað svona hvað sagður ekki taka blöð á þetta? Hvernig er ég? Færir eitthvað menn til og ég veit þetta átt að vera 5 en það þarf vilja að vera 17:10 og þessi mætti að segja tala ég svona? Nei, bara, ég er ekki að fá þetta. Ekki taka blöð á þetta? Já, ok, lagið verður 17:00. Ég skal ekki taka blöð á þetta. Setja klukkan 17:15. Já, svo erum við með flottulega keppnina líka. Já. Sem er alltaf skemmtilega og þar tengjum við hlustendur. Og ásamt bara hinu og þessu. Við erum í gír, strákarnir. Og við verðum það í allan dag, ég skal lofa ykkur því. Og ekki þetta lag að fara að skemma gírinn. Þetta ennþá mitt uppáhaldslag og ef ég væri á hverjum degi eins og ég var alltaf hérna í FM 95 Blöð þá væri þetta lag spilað á hverjum degi 95 Blöð hér á FM 957 við erum í þvílíkum gír, það er bara svoleiðis það er föstudagur, þátturinn var að byrja, það er nóg framundan og já, ég held að sé ekki best að gera þetta eins og venjan er að byrja á amerísku slúðri. Jó, ég með þess að fínasta slúðurpakk í dag. Já, ég veit hvað það þarf að taka. Þó veist ég sjálfur. Með grunar eitt slúður. Hvað? Það er Bieber með slagurinn. Hárrétt. Er það ekki? Auðvitað þurfum við að fara yfir það. Justin Bieber var að lenda í slagsmálum og það vídeo af því fer eins og eldurinn sinnu internetið og þetta var eftir þriðja úrslitaleik Warriors og Cavaliers í NBA. En hann var laminn þegar ekki? Sko, hann var kýldur, mun stærri maður. Já, en hann kýlir, sko, Justin Bieber byrjar þetta ekki. Já. Hann gefur hann einn á góminn. Hann tekur sucker punch eða ekki. Hann tekur sucker punch, sko, sem er alltaf lélegt og mér fannst þess og þessi stóri myndi bara, hann bara kerða niður og... Já, hann var bara stoppa snemma. Já, allt og snemma. Já, þetta var svolítið svona eins og sveitaballi, þetta var stoppa strax. Allt og snemma, já, málur, ég er belieber. Já. Og það vita það allir. Já. En... Sko, máli að menn hafa gott að því að fá góminn á og til. Já, ég held líka að Justin Bieber hafi gott að því, sko. Algjörlega, og það bara hafa flest allir gott að því, eitt á góminn. Það stuttu þráður í Bieber. Já, hann var eitthvað pirraður þarna og það veit enginn, það verið að reyna að spyrja sem sagt fjölmiðlafulltrúi og hans af hverju þetta gerðist, en það getur enginn svarað á hverju hann var að slást. Það var bara einhver pirringur. Gæi vildi áreituna ekki. Var það þannig? Ég las það, þetta er bara aðdáandi sem vildi áreituna við dóttir sína. Nei, það var rísa gaur, maður. Já, sem var, það er samt þetta er það sem ég las. Nú, heldur hann myndi kýla út af því, eða? Nei, en síðan kannski hefur verið dónulegur. Það var fyrsta sem alltaf gerði, ætla að fá áritun. Síðan hann kannski sagt eitthvað ekki í dag og eitthvað, þá var hann eitthvað rífið í hann eða eitthvað verið eitthvað stölu. Kvitta á þetta fýblið, þetta er eitthvað svona. Kvittað á þetta, rífur í jakkan og Bieberinn hefur náttúrulega bara slegið hann í góminn. En það byrjaði á því að gæði vildi áritun. Síðan bara shit escalated. Þetta var nú ekkert alveg höggið, það var þetta ekki. En eins og þú stendi, þú ert í smálum dag og bara okkur alveg drast hérna sem vildi áritun frá þér. Algjörlega, sko. Þegar krakkarnir koma á tói og kýliðu, sko. Já, þú varst ekki að labba með fjölskyldunni. Já, ég hek ekki það. Þú tekur það ekki? Já, ég hek ekki það. En öllegarnir slepptu, haldið að þið myndið geta lamið Bieber eða myndið hann berja ykkur? Ég geti pakkað hann saman, sko. Ég er alveg vissu það. Ég geti tekið hann og lúparið hann, sko. Ég er full að trúa Justin Bieber og ég er að fan, en ég er ekki viss hann sé mjög hraustur. Hann er köttaður, sko. Já, hann er 60 kíló. Þú ert að tala um mann sem er 88 kíló. Já, sem að tekur ekki 70 back. 2 högg í nýrun, hann myndi liggja. Ég held að geta ekki ráðið við nettið inn í þessu stúdíu. En málið er að hann er alltaf með a pussy message, sko. Ég veit það. En við erum pussy. Þú veist, þú ert alveg grjótharður út með 190 kílóa fyrir aftæði, sko. Lífvörð. Já, en það var ekkert verra að vera það bara með Dóra DNA og félaga hérna bak við okkur. Nei, ég segi bara við á móti þeim, þeir eru væntanlegir til landsins. Þeir eru væntanlegir til landsins. Ég skal bara henda á hann á Twitternu, við á móti ykkur. Það eru örugglega mjög létt að fá Steinda og Bieber slagsmál fyrst þeir eru ná leiðin til landsins eða ekki? Bara útkláðandi í búrinu. Ég meina, akkur ekki. Bara bjöskulíð, engar kamerur, bara við tveir. Annar kemur tilbaka. Svo er það hérna, hann þurfti náttúrulega að blanda sér í þetta, talað um slagsmál að Floyd Mayweather sem er af mörgum talin eitt besti boksari allara tíma. Já, sem hann er, held ég bara. Og hann er eitt besti vinur Justin Bieber. Þeir setja mikið að myndum að sér saman á Instagram og... Er hann að fara að tjá sig um þetta? Hann er búinn að tjá sig um þetta. Og hann sagði orðrétt, nú ætla ég bara að lesa hér hvað hann sagði. Hann sagði orðrétt, Justin Bieber ain't no bitch, he fought with his heart. Í þessum eina höggi var þetta bara with his heart. Já, og hann segir að það sem að fólki að taka úr þessum slagsmálum er að Justin Bieber, he ain't no bitch. Já, það er eina sem hann segir. Við erum öll að horfa á þetta, allir krakkar landsins í heiminum er að horfa á þetta og þau er að læra það að hann er ekki bitch. Já, Floyd Mayweather, hann stígur ekkert í viti held ég, sko. Nei, hann er góður boksari.
Virkilega góð Hann er boxari kannski og kenndur með þessa skynsamur fréttur, þegar kemur að pening, á nóga pening. Hann er kannski kentur með hann hægri krók sem hann hendi í. Já, hann stendur hér að hann hefur verið að kenna honum box í gegnum tíðina, sko. Já, ok. En ég held að það sé ekkert eitthvað, þú veist, 2-3 tímar á dag, sko. Bara einhver að sína honum hvernig þú átt að kíla og... Já, bara á pöpnum, sko. Já, punch and duck, bara. Nei, við þeirra, ég hef gaman á honum, en hann er tæpur. Já, hann er helt tæpur. Já. Og miklu meira en það. Svo er ég með meira slúður. Það þekkja kannski ekki margir konuna Laura Boten, en hún á sér þann draum heitast hann að líta út eins og sambland af Svinku, Jessica Rabbit og Beyoncé. Ok, það er þetta fáralega gott kombo. Hún er búin að fara í nokkrar lítaaðgerðir og hún er búin að hún erfði eitthvað slatta af mömmu sinni og hún er búin að eyða megnin af arminum í fegrunaraðgerðir og segist hvergi vera hætt og er alltaf að reyna að senda Beyoncé Knowles myndir að segja, sjáu þið, svona lítur hún út eftir þessa fegrunaraðgerðir. Ég veit ekki með þetta. Mér finnst voða skrítið þegar fólk er að fara í svona aðgerði til að líkjast einhverjum öðrum. Vilt ekki bara vera úr sjálfur? Botoxaði blöð eftir ykkur nokkur ára? Nei, ég er svo hræddur við allt svoleiðis. Já, hefur ekki séð Botox gone wrong. Það er alveg hræðilegt. Þú veist bara hálft andlitað er lafir eða eitthvað. Það var ekki bætandi á þetta, sko. Já, þetta er bara að laga það síðan. Já, en þið ætlið að Botox eitthvað. Alltaf þetta að laga, sko. Er mikið Botox á Íslandi? Ég held samt að sé nokkuð bara til fleiri rökkur því meira sexy ertu. Það er mitt koncept, sko. Ég fá svona brosrökkur og smá í kringum augun. Ná, horfðu á Sean Connery í Rock. Já. En haldið þið að Botox sé vinsælt á Íslandi? 100%. Miklu meira en við höldum kannski. Já. Það eru lítalæknarina sem keyrum á Porsum skælbrosandi, sko. Það er brjála að gera það. Það byrja Botox, hvernig virkar þetta? Er þetta ekki að tala um bara sprautu í rukku? Já, það bara lamast vöðvarnir, þannig að það sléttist húðin og þá er engin rukka bara. Hvað er þetta lengi? Þetta er engin aðgerð, þú ert ekki skorinn. Nei, bara sprauta. Já, sprauta í ennið. Mér finnst þetta bara að vera kidstuff. Ég segi að fólk er bara að gera það. Það líður betur með. Þú ert ekki með marga, með eina rukku að henni, þú testi þetta. Já, nei, ég er nefnilega... Hentu þér í Botox? Nei, ég spá ekkert í þessum. Fáðu sponsor á þetta? Nei, en málið er, þú veist, að fólki verður bara að fá að líða vel, sko. Er það ekki aðaldæmi? Þú veist, sprauta öll líðið betur. Sama hverju, sko. Ég held að þessi ein og ein sprauta kannski sleppa. Ég þekki þetta ekki, en maður sér alveg þegar fólk er búin að fara overboard í því. Það er hræðilegt. Já, og bara hnerrar og beiglast allt í framan og eitthvað svona. Þetta hefur alveg gerst. Sko, jú. Þú mátt ekki keyra of mikið á þetta. Eins og með allt, það er allt gott í hófi, sko. Það er rétt. Við tökum, ég segi ef það er einhver lítalæknir að hlusta, ég er ekkert alltaf til í þetta, en ég væri svo til í þetta núna, ég er í stuði. Ef einhver kemur með Botox-sprautu fyrir sex, þá skal ég sprautin í ennið á mér. Ég er ekki að tjóka. Ég er ekki að tjóka. Einhver lítalæknir að hlusta núna. Ég er ekki að grína. Nú þarf einhver að hlaupa út í possin sinn. Ok, sverðu það. Ef það kemur lítalæknir einna fyrir sex, þá tekur eina Botox-sprautu. Hvað mun, ekki að það kemur einhver úlingur sem segist að fengi þetta lítalæknir. Bara lærðan, ég ætla að henda svo Twitter, sko. Við erum að tala bara gráharan gæi í jakkafötum. Já, sko, besti lítalæknir landsins er kona, ekki? Ef það kemur þetta svona 70 ára gömul kona í læknasloppi og sýnir með skirtinu bara þá hún sé alveg lítalæknir með sprautu, þá má hún sprauta mig á. Herðu, ok, við þurfum að hjóla bara í þetta. Mér er ekki óbóðslega að vona það. Hver eru líka því að koma einhver kona hérna inn og sprauti mér ennið? Já, ég held líka að þarf ekki að vera, er það ekki gegn regulation og sett bara einhvers þar út í bæ bara og þarf ekki að vera ykkur, þarf ekki að fara í eitthvað svona inn á stofu og eitthvað? Ég veist, strákar, að baku æsufelli við Breiðholtið inn í stofu, þetta er bara sama sprautan. Nei, ég held að sé ekki lítalæknir sem er bara rúndat með Botox-sprautu, bara herru hérna, vilt eina? Jú, það ætti að vera þannig, bara helming gótir því. Ég vil óska þess að einhver lítalæknir er að hlusta á okkur félag núna, hann er að hlaupa út í bíl. Ég vona það svo innilega. Hann hleypur út í 25 ára konum Porsin sinn, spólar yngað og sprautar Stóni. En bara í lokin, af því að hún vil líta út eins og Svinka og Beyoncé og hérna Rabbitinn hérna. Ef að þið ætti að vera lítið og líkjast einhverjum, hvað myndið þið velja? Vá, þetta er rosalega spurning maður. Myndi ég líta alveg út eins og... Nei, þú væri bara svona að reyna. Við vitum alveg hvað Egill ætlar að segja. Koma nokkuð til greina, sko. Matthew McConaughey, já, og kannski blanda af honum og Nicolas Cage, myndi ég trúa. Já, það er Nicolas Cage mjög myndalur. Eða Brad Pitt, sko... In his prime, sko. Hvað takkir þú, Snendi? Ég hugsa að ég myndi taka smá séns, ég myndi taka Wesley Snipes. Það er mjög skrítið svar, maður. FM 957 kynir bíladaga Skeljungs 2016 á Akureyri dagana 15. til 18. júní. Dagskráin gæti ekki verið flottari. Burnout, Auto X, Drift, götuspyrna, sandspyrna og ein flottasta bílasýning landsins. FM 957 verður á svæðinu og mun sérstök græjukeppni fara fram á Skeljungsstöðinni við Hörgárbraut þar sem best útbúnu sound system bíla landsins etja kappi í beinni útsendingu á FM.
Fylgstu með FM 957 í útvarpinu og á Snapchat. Því nokkrir heppnir hlustendur næla sér í armbandahátíðina. Þú getur einnig unnið armband á Facebook-síðu Skeljungs. Armbönd sem gilda á alla viðburði helgarinnar fást hjá Skeljungi við Hörgárbraut á Akureyri og í 10-11 verslun við Skeljung á Vesturlandsvegi og kosta 7.500 krónur. FM 957 og Skeljungur hvetja alla þá sem ætla að leggja leið sína á bíladaga að flýta sér hægt og aka varlega. Við drögum klukkan 6 í dag. Fáðu þér miða núna á hhi.is. Happdrætti Háskólans, vænlegast til vinnings. Akranes torfæran á laugardaginn. Laugardaginn 11. júní Akranes torfæran. Er að ræða aðra umferð Íslandsmótsins í torfæru. Eknar verða 6 brautir og öllu til tjaldar. Aðgangseyrir 1.500 krónur og frítt fyrir 12 ára og yngri. Komdu á Akranes helgina og upplifðu alvöru torfæru skemmtun eins og hún gerist best. Við frumsýnum nýjan Hilux á morgun, nýjan harðjaxl með enn betri fjöðrum, ný vél, meiri kraftur, glæsileg hönnun að utan sem innan, lúxus í leik og starfi. Bara svona Hilux-dagur hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 16. Toyota. Ég heiti Friðrik Dór og ég hrikalega stoltur af strákurum okkar út í Frakklandi. Ég ætla að taka þátt í vegabréfaleiknum í sumar og safna stimplum og glaðningum og það ekkert sem stoppar mig. Og þegar ég komin heim, sendi ég einn fullstimplað vegabréf því þá gæti ég unnið ferð til Tenerife. Vertu með í vegabréfaleiknum og skoraðu stimpla í sumar. Enn einn hluti af boltasumrinu. Enn einn vegabréf. 50% afsláttur í púl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Why I got you on my mind? You think you know something? Why I got you on my mind? You think you know something? Why I got you on my mind? You think you know something? Why I got you on my mind? Þetta er hún Ellie Goulding að syngja I Got You On My Mind en hún einmitt orðuð við, Harry, Bretaprins, þessa dagana. Já. Mér finnst prinsinn sé alltaf eitthvað sprella. Já, hann víst flagari, sko. Hann flagari? Sá yngri, já. Hann ekkert að settle down. Nei. En kannski hann búinn að finna ástina í Ellie Goulding sem einmitt að syngja hérna. Ég var þannig. Það styttist í Aron Pálmarsson, hann á leiðinni til okkar, eitt besti handboltamaður heims og við ætlum að henda honum í hitt og þetta og við erum í gír eins og áður við komið fram, það náttúrulega Gett og betur í kvöld, Egill ætlar að frumflytja lag og myndband hérna klukkan 5 og svo það líka, ég verð að taka fram hérna, EM náttúrulega að byrja í dag og mótið, Íslendingar náttúrulega mótinu eins og allir vita og Keiluhöllin, sportbar, mun víja fyrstu Karlsbergstúkunni í heiminum sem inn á sportbarnum, þannig núna í kvöld á opnunarleiknum og þetta er 20 sæta stúka með gríðarlega öflugu hljóðkerfi, stóru tjaldi og nýjum HD myndvarpa og við ætlum að gefa á eftir bjórkort sem að gildi fyrir 8 stóra Karlsberg og frátekin sæti í þessari stúku upp í Keiluhöll. King sinni vil elskar ekkert meira en að gefa. Það er eina sem hann elskar. Hvenær er Ísland að keppa í fyrsta skipta? Þriðjudaginn klukkan 7 við Portugal. Það verður svaðalega. Ég er mikill Ronaldo-maður, en ég þarf til miðurleggja vinskampið til hliðar á þriðjudaginn því að við erum að taka punkt í þessu leik. Ef ekki 3. Sko, ég ætla út á Austurríkisleikin. Ég fyrir þeirra leikinn. Eina sem verður leiðilegt í gæðsölupum, við verðum búin að tryggja okkur í 16-úrslit því við tökum alltaf punkt á móti Portugal, við vinnum Ungverjana, við þurfum bara 4 stig til að komast upp úr, þannig að það verður ekki spennandi leikur sem ég fer á, en mér er sama. En það er komið að dagskrárlið sem heitir Hvort munduru frekar og eru þið tilbúinir í það, drengir? Við erum mjög klárir í það. Mikið ofboðslega gott að heyra það. Fyrsta, spurning. Og þetta tengist náttúrulega því að EM að byrja. Mér langar svona að vita bara hvernig típað þið eruð. Þetta er erfið spurning fyrir íþróttamann, eins og til dæmis ef að Eiður eða Gylfi einhver væri hérna. Hvort mynduð þið frekar vilja skora 3 í opnunarleik Íslands og vera menn leiksins, eða maður leiksins, annarkvort ykkar, vera maður leiksins í 4-3 tapi eða skýta og vera tekin út á 50 mínútu og vinna leikin 1-0. Hversu mikið leikur er þetta, séu? Þetta er bara opnunarleikurinn, þetta er bara Ísland-Portugal. Ég myndi vilja vinna leikinn.
Já, og þú verður ógeðslega lélugur tekin út á 50 mínútur en myndir inn. Já, þú veist, ég kemi þá bara feskur, þú veist, það eru 11 mennin á vellinum. Já, ég veit það. Ég kemi bara feskur inn næst, ég meina, þú veist, það er aldrei hægt að segja. Menn geta ímyndaðir, þú fengir magapínu, magakveisu. Þú veist, ég fæ magapínu eftir nánast hvern einasta lönn sem ég tek, ég er ekki að borða ég er ekki á hotlistu fæðin í heimi hérna, sko. Nei. Þannig að, sko, ég hugsa þetta oft, ég hugsa þetta líka aðalega þegar Gunni Nels er að slást og svona, en ég hugsa alltaf, en ef hann er með kveisu. Af því að þú getur ekkert gert í. Þú getur alveg tekið í mótum, þú getur tekið stoppara, eða þú getur reynt að græja eitthvað, en þú ert samt alltaf bara með kveisu. Ég er ekkert að tala um að setja með kveisu, sko. Ok, ég geti skitið í mig ef ég er að spretta of mikið, kildur í magan, í hvað íþrótt sem ert. Þetta sem þú hugsaður út að horfa í íþróttir. Alltaf ég hugsa á íþróttir, þá hugsa ég bara, ok, þetta er game day, þetta er risaleikur, þetta er risafæt, vonandi er hann ekki með kveisu. Þetta er það fyrsta sem ég hugsa um. Þetta er því að það er óumflýgilegt, það er hræðilegt. En segjum til dæmis að Jói Berg myndi sitja hérna beint á móti. Nú er hann sennilega að fara frá Tjartón. Ég ætla að spyrja þig líka, en ég bara útskýra fyrir Steinda hvað hitt er. Ef Jói Berg myndi setja þrennu á móti Portúgal, vera maður leiksins og vera geggjaður, þó að við myndum tapa 4-3, þá er hann bara búinn að tryggja framtíð sinni sem fótboltamaður. Þá ætti hann samt ekki að vera í hópíþrótt. Nei, þetta er góður punktur. Egill, hvað segir þú? Hann er reynda búinn að setja rándýra þrennu allt í vinkilin. Já, reyndar, það var rosalasta þrenna á Íslandsögunni. Alvöru bliki, sko. Þú getur ekki verið einu fótboltamaður, það er mjög skrítið, þá átt að vera í júdó, sko. En hérna, ég vil að sjálfsögðu að skora á Þú myndi velja það grínlaust að setja þrennuna sjálfur. Ég þarf að markaðsetta sjálfur mig sem athlete, þú veist, framtíð fjölskyldunar. Ég þarf að koma með mat og borðið heima. Aftur peningaumræða. Ég þarf að koma með mat og borðið heima. Ef ég drulla í fyrsta leik á EM, ég kannski spila ekkert meira. Það hafa allir drulla, hefur Wayne Rooney, eitthvað maður ekki verið að drulla, hann hefur stundum tekið heil season í drullu, sko. Hann kemur alveg aftur. Síðan við þurfum bara 4 stig, þannig að við töpum fyrsta leik, ég var samt shit þar, vinnum næstu 2 eða tökum jafntefli og sigur og förum áfram. Þarna heyrið þið, kæru hlustendur, þeir eru eins ólíkir og hægt er að vera. Annar er að vill skýta hásu og vinna 1-0, meðan Egill væri til í ármaður leiksins og tapa 4-3. Þá er það næsta, hvort myndu þið aldrei ljúga aftur. Þið mættu bara aldrei ljúga aftur, ekki einu sinni hvít lygi. Ekki einu sinni svona, ég kemst ekki að fara á fund. Ekki einu sinni bara, ég er feskur þegar þú ert ekki feskur. Aldrei ljúga aftur og fá 200 milljónir eða mega bara ljúga, eða bara vera eins og þið eruð og fá 100 milljónir. Býtu, segi þetta eins og 200 kúlur og mátt aldrei ljúga aftur. 100 kúlur og má ljúga smikið við vil. Já, bara eins og þú mátt ljúga í dag. Já, ég tek 100 kúlur. Ég er mjög snöggur að breyta 100 kúlur með 200. Býtu, fær maður pening fyrir bæði núna? Já, ok, ég ætla að hafa 50 og 200. Nú erum við að koma í þessan. Já. Hvort tækir þú, Steindi? Aldrei ljúga aftur og fá 200 milljónir eða bara vera áfram og... Ég bara tæki nánast allt á mig fyrir hennar pening, sko. Já, 200 millur. Það er rosalega erfitt samt að mig aldrei ljúga aftur. Það er ekki að tala um eitthvað svona hardcore legar, en bara svona eitthvað svona það verður að hringi í þig, hörru, getur þú gert þetta fyrir mig, Steinþór? Þú er busy og þú segir, hörru, ég bara, þú veist, þetta er eini frídagarn í mánuðinum og þú nennir ekki og segist, þú veist ekki. Nei, já, þú þeir að miskila mig, ég myndi bara brjóta flösku og stinga mig öll líffærin fyrir 200 milljónir. Þeir eru bara að tala um einhverja lygi, sko. Þannig að það væri bara, þetta er mjög auðvelt fyrir mig, ég bara myndi hægt að ljúga, sko, og fullt af peningum. Þannig að þú ert til í Botox-breytu ef það er eitthvað lítalæktir að hlusta og þú ert til í að stinga í öll líffærið fyrir 200 milljónir. Ég meina, þetta er alltaf rosalega upp að þessi við erum að tala um. Já, Egill, takkið þú 200 og hætti að ljúga? Það er svo mikill munur á þessar upp. Er ekki líka bara fínt að hætta að ljúga? Já, en þetta er ekki, þú veist, eins og þú sagðir þessar litlu legar kemst í hádegismat, nei, ég er að gera þetta, eitthvað svoleiðis, sko. Já, ég veit það. Þú veist, en ég ætla að hætta að ljúga. Hætt að ljúga, ok, þá er það síðasta spurningin og já, hún er áhugaverð þó ég segi sjálfur frá. Hvort myndið þið frekar fá bara að nota eina stellingu í kynlífi ykkar, það sem eftir er ævinnar og eða alltaf drekka bara sama eina drykkin þegar þið fáið ykkur í glas. Til dæmis ef þú velur bara Carlsberg bjór, þá máttu bara drekka Carlsberg bjór það sem eftir er, eða þú velur vodka Red Bull eða hvernig sem það er, eða sömu stellingunum, hvort það ekki? Hvaða stellingur er á talum? Þú mátt velja hana. Nú má ég velja. Ef þú þyrftir að velja eina, svo þetta að vera í alla ævi, hvað ertu að vinna með mest? Ég veit ekki. Reverse cowgirl eða? Hvað máttu ekki missa? Hvað er þetta áttast í? Nei, stráka, við getum ekki fara að pungast svona. Sko, málið það. Ég lyfti mig sjaldan upp í dag. Þannig að... Þú voru bindið sem maður í dag. Nei, þú varst mesta fyllibitta sem Íslendingar áttum fyrir svona 1,5 ára. Ég var ekki mesta fyllibittan sem Íslendingar áttu, en ég átti til að vera blautur í vikinu. En þegar maður fer sjaldan út, þá held ég að maður finni ekki mikið fyrir því að maður sé alltaf með sama drykkin. Það drekkur alltaf bara þinn upp á strykk. Þú myndi velja hann. Þannig að ég myndi vilja... Þannig að þú basically út að segja að þú stundar meira kynlíf en þú drekkur. Já, ég myndi... Öfugt við í gamla daga. Ég hugsaðlega,
vilja kjósa að vera áfram villidýr í rúminu og drekka. Hvað takkir þú? Mér veit þetta ekki að alveg auðvelt og Steindóri sko. Þegar ég fæði mér nautalund, reyr. Það byrjar á þessu rauðvín. Þá er rauðvín, sko. Þá er ég rauðvín, ok. En þegar Ívar Guðmunds kemur heim til minn, 5 á laugardegi, er það oft þá kemur hann alltaf með vodka og Red Bull. 5 nóttina? Kemur hann heim til þín eftir tjám? Nei, 17, hann mætti allt snemma. Hann byrja allir snemma. Hann mætti til mín með vodka Red Bull og þá segi ég, ég ekki fyrir rauðvín, þá þarf ég alltaf að vera rauðvíni. Eða þarf ég bara, og ég ekki vodka Red Bull með steik, það væri weird. Þetta er vel eina stellingu. Eina stellingu sem eftir er? Svo þú getur ekki rauðvín með kjötinu. Þetta kom reyndar svolítið óvart. Ég held að hlustendur hefði akkurat haldið að þessi svör hefði verið akkurat öfugt. Já, en má ég spyrja það því að þú valdi drikkinn, Steindi. Hvaða drikkur eru fyrir valinu? Sem eftir er núna snöggur tíma. Já, ok, ég er ekki mikill bjórkall. Þú veist, ég fæ mér alveg bjór, en ég er ekki að fara að fyllir á bjór. Ég myndi vilja halda bara, ég myndi vilja halda í vodka. Vodka, það sem eftir er í eitthvað sérstætt, sko, ég mætti alveg drekka í eitthvað. Hver er stellingin? Hvað stelling? Þú móta eftir það sem eftir ræðinar. Það er í trúbóðan og beint út í seng. Má ég hugsa í eitt lag? Nei, það er núna lagið hefði byrjað. Hvað er með þetta í lokin? Tepókin? Trúbóðin? Ég veit ekki, Rólan? They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh love, they don't love you like I love you. Oh down, they don't love you like I love you. Something don't feel right because it ain't right, especially coming up after midnight. I smell your secrets, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list. I don't wanna lose my pride, but I'ma fuck me up a bitch. Know that I kept it sexy, you know. Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth. They had you labeled as a king. Never made it out the cave, still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your sheets. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you, but y'all know we were made for each other, so I find you and hold you down. Styttist í tónlistarhátíðina Secret Solstice sem fer fram í Laugardalnum í Reykjavík 16. til 19. júní. Ótrúlegur fjöldi íslenskra og erlendra listamanna kemur þar fram, meðal annara Radiohead, Deftones, M.O.P., Lady Leisure, Of Monsters and Men, The Antwoord, Action Bronson og 150 aðri listamenn. Ert þú búinn að kaupa þér miða? Langar þig uppfæra í VIP? Komdu núna inn á fm957.is og skráðu þig til leiks. Fram að hátíð munu nokkrir heppnir hlustendur fá að uppfæra miðana sína í VIP. Náðu þeirri miða á Secret Solstice og taktu þátt á FM957. Upplifunin gæti orðið ógleymanleg. FM957 og Secret Solstice. Nice Guys. My daughter is in danger. You can hire us, but we're not cheap. Eiturhress, fyndin og stórskemmtileg. You're the world's worst detectives. Íslandsvinnirnir Russell Crowe og Ryan Gosling mynda ómetanlegt dúó. The world's worst. 90% á Rotten Tomatoes. Nice Guys. Komin í bíó. Alvöru kínversk matargerð með ferskum og framandi hráefnum. Kíktu á matseðilinn inn á phoenixveitingahús.is. Phoenix, Bíldsöða 12. Hinir árlegu bíladagar Skeljungs verða á Akureyri dagana 15. til 18. júní. Burnout, AutoX, Drift, götuspyrna, sandspyrna og ein flottasta bílasýning landsins. Kynntu þið dagskrána á skeljungur.is/bíladagar. Til hamingju með teriyaki kjúklingabátsdaginn. Áður þekktur sem 50 dagur. Bátur dagsins kostar bara 599 krónur. Subway. Ferskleiki er okkar bragð. Þú skráir bílinn frítt inn á höfðabílar.is. 5 í fötu. Það
Það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 Blö. Það hárrétt að Keiluhöllin Egilshöll sem færir ykkur FM 95 Blö og við þökkum þeim kella fyrir það. Við sitjum hér, ég og Egill Einarsson, Steindi núna hérna frutan í símanum. Það styttist í gest þáttarins sem er Aron Pálmarsson, handboltaleikmaður. Það mikilvægur leikur hjá íslenska landsliðinu á sunnudaginn í höllinni og við vonum að fólk fylli höllina. Hann ætla að vera komin núna. Hann er aðeins að skýta á sig, sagðist þeirra rétt og mættur, fastur í trafík. Já, þú veist hvernig þessir íþróttamenn rúlla, sko. Nú, hvernig rúlla þeir? Þeir rúlla bara svona, þeir mæta bara þeir vilja. Já, myndur flokka þetta sem diss á okkur, eða? Nei, kjúklingurinn er í okkar liði, sko. Já. Hann er bara litli bróður F95 Blö. Kjúklingur er okkar maður. Hann er alveg í umferðinni, hann bara missegnaði sig, þeir rúlla svona. Já, ég veit að hann er ekki vanur. Þeir rúlla eins og ég. Já, ég er gamall íþróttamaður. Það er náttúrulega enginn sem er jafn seinn og þú. Já, eins og ég segi, ég fekk þetta úr boltanum. En hvað hefur verið svona bara, ekki það ég ætlaði út í þá umræðin, hefur verið svona seinna allt eitt lífstendur? Já, sko, ég er að bæta mig. Nei, þú ert ekki að bæta þig. En sko, ég er mjög fljótur að græja mig og gera. Ég tek 2 mínútna sturtur. Já, en þú ert svo lengi fyrir fram á spegilinn og allt á. Nei, ég er aðlega svona bara að fá mig keks og ég er að svona pæla í deginum og ég er að hugsa. Þú spáir mikið hvað fötum að ferði í. Ef ég er heima hér, þá kemur reglulega og spyrir Blöð hvernig þetta. En svo situr hérna núna í einhverjum grænum pökkból, einhverjum pökkhundur með jólasveinahúfu. Það er eins og þú hefur bara klættið í myrkri, sko. Já, ég er búinn að stúdra normkórið, sko. Ég þarf að hafa mig allan til þess að líta út fyrir að hafa ekki haft mig neitt til. Það er bara þannig. Það er galdurinn. Það er mjög gett á líka. En Egill, spáðið þú mikið í hverju þú ert? Ég ætlaði bara í joggingar alltaf daginn og það er að koma fólki í form, sko. Það reyndar með okkur allar, við verðum senkt kallaði man of fashion. Nei, ég með líka, leiðilegt sem ég geri er að kaupa með föt og máta. Ég er álurinn, ég á miklum erfiðleikum. Ég fer inn í búð, ég er með þolinmæði í, sko, ef ég getur sagt bara, hörðu, kauptu þetta og þetta og þetta ekki að máta, bara réttu kortið og drullaður út. Það hendur mig mjög vel. Einn þarf að fara að máta og leita og finna eitthvað. Ég geri það ekki. Ég fer í Kringluna og í Smáralind og svona staði. Þetta er kannski einu svona ári max. Og ég vil eitthvað læti bara konuna kaupa eitthvað með. En ég er ósammála með tískuna. Þið náttúrulega eru tísku terroristar. En ég, aftur á móti, ég er í þröngum bláan gallabuxum. Það er í mjög flottum ból núna. Ég er í ból með greni, stórum pökk með jólasveina. Er þetta pulla? Nei, þetta er ekki pulla. En mér finnst bóluna. En talandi pullu, er hún komin á dekkin? Nei, en dekkin eru komin í hús. Já, og hún er með hvað, hryggskekkju? Já. Hún er hægt að geta labbað með afturlappið. Já, svona hún er að vera erfitt fyrir hana. Hún er komin að hjóla aftan og... Hvernig fáið þið snapp af því? Já, ég get svo sem alveg sýnt ykkur snapp af því. Það er ekkert mál. Komin að hjól? Já, það er komið aftur fyrir lappirnar aftan. Það eru núna svona hjól. Hjólin eru komin í hús. Ég vorkendi greinu mikið, ég var heima hjá þér daginn. Já, ég líka. Dregur lappirnar eftir sér. Já, þetta er bara hrikalegt og hjólin munu koma sterkinn. Já, það er bara þannig. En ég gladdist þegar þú sagði með að hún er ekki in pain. Þú veist, það er ekki sársöki sem fylgir þessu. Nei, það er ekki. Það gladdi mig. Já. En við ætlum að fá hér eitt lag áður en fáum Aron Pálmarsson. Við ætlum að henda honum í Giftast, sofa hjá Drepa. Egill Einarsson er með könnunan og svo ætlum við líka að ræða við hann meistaradeildin og annað sem var daginn. Hér er maður sem er í sumarskapi eins og við. Hann heitir Justin Timberlake, Íslandsvinnur og þetta er lagið Can't Stop the Feeling. Justin Timberlake með lagið Can't Stop the Feeling. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 og við drengirnir þökkum þig kærlega fyrir það. Við erum konum með góðan gestinga í stúdíóið eins og við segðum ykkur áðan Aron Pálmarsson sem er að okkar mati og ekkert örugglega bara okkar eitt besti handboltamaður heims ef ekki sá besti. Vertu velkominn Aron. Takk fyrir. Águr tókst ekki fram sem bæðið mér að þakka því. Hann var í afturöldingu og Gils hann ekki tekið hann í gegn. Ekki drulla yfir afturöldingu á minni vakt. Afturöldingu alveg hrós. En ertu ekki stoltur af gamla liðinu? Afturöldingu er að koma sterk inn núna. Jú, það er líka F-fóingu sem er að þjálfa það. Já, þú meinar. Það er líkillin að... Beint í F-fó þarna. Já, þetta var smá KO. Áður við ræðum, það er stórleikur á sunnudaginn og við þurfum að fylla höllina og við ætlum líka að henda þér hérna í Giftast, sofa hjá Drepa og svo er Egill með einhverja spurningar á þig. Já, áður við förum í það, þá verð ég að spyrja því ég er nú ekki hort á marga handboltaleiki sem eru ekki íslenska landsliði eða til dæmis Valur eða eitthvað í bikarúrslitum eða úrslitakeppni eitthvað. Ég sá eitthvað rosalegasta handboltaleik ævi minnar, úrslitaleikin í meistaradeildinni daginn. Þeir voru 8 mörkum yfir, 14 mínútur eftir og skorið, 9 mörkum yfir og skorið 1 mark á síðustu, 15 mínútum. Hvað gerðist þarna í þessum leik?
Þjálfarinn tók mig út af. Já, það reyndar og setti þið svo aftur inn á þessi villisingur. Ef við tölum hrein í íslensku, þá var það skeitan. Já, tók mig og einn annan út af og hann skeitan. Já, hvernig, bara, þetta er náttúrulega ekki langt síðan, hvernig leiðir eftir þennan leik? Nei, það var, samt, ég meina, þó svo að taki mig og einhvern annan út af það, ég var samt alveg að klára þetta, sko, þetta var búið, sko. Já, leikurinn var dauður. Já, það vissu það allir, þeir líka og við fundum það alveg, en mér leiði eiginlega svona hálf fáralega, sko. Það var, maður trúðis ekki og bara nokkra daga eftir, maður fyrst núna svona aðeins að ná sér, sko, nánast. Bara jafna sig. Já, þetta var ekki eitthvað, þú veist, bara svona þeir kannski átt að skilið eða eitthvað, þú veist, einhverja lausnir. Þeir voru alveg með þetta bara. Já. En þetta, ef við tölum fjárhagsliðina, var þetta tekjutapp? Voru bónusar þarna? Sko, þú segir við mig í atvinnumönnum okkar, þú sagðir við mig í atvinnumönnum okkar að stærsta ástæðan fyrir að Vestmann fekk þig, þeir vildi fá þig að því að þeir ætla að vinna meistaradeildina. Og það væri stærsti bónusinn í samningnum. Já, basically. Varst að missa bónus eða? Nei, ég var enda komið með, þetta var stighækkandi bónus, sko. Okay. Þetta var svona þannig, ég var alveg ágættur, sko. Nei, jú, klálega, þetta var þetta líka peningatapp. Já, en ekki það, ég veit að þetta snýst ekki um peninga þar að menn tapa úrslitaleiknum í meistaradeildinni, en bara svona fyrir okkur leikmennina, var þetta meir en 10 milljónir sem það fengið að vinni? Nei, auðvitað. Já. Hversu mikið var þetta nákvæmlega? Nákvæm tala. Upp á krónu? Nei, ég ætla ekki að fara, nei, þetta var ekki meir en 10 milljónir sem ég tapaði. Nei, ok, maður heyrði það einhvers staðar út í bæ, þannig að það er hrossaskítur. Það er hrossaskítur. Já, en þú varst valinn besti leikmaður meistaradeildinni, til hamingju með það. Þar fekk ég cash, sko. Með það máli? Nó, já. Hver borgar það cash? Meistaradeildin bara? Adidas. Ég með samlingi Adidas. Vel gert. Ég með samlingi Nike. Já, hún er ekkert eitthvað brjálað, en hefði ekki verið til í hitt. Já, ég trúi því. Milli verður þeir, fætti þið töskuðar. Og bara með í tösku bein frá Ísland. Bara í Adidas tösku. Landsleikur á sunnudaginn. Hversu mikilvægur eru þessi leikir? Þetta er náttúrulega bara undankeppni, kvali fyrir HM. Ef þið vinnið núna heima og úti, þá farið á HM? Já, þetta er bara heima og heiman og við þurfum að vinna samanlegt, þannig að þá komumst við á HM í Fraklandi í janúar. Okay. Það við drullum, þá er ekki HM í janúar. Nei. Það er mjög leiðilt að verða ekki handbólt í janúar. Það er bara svoleiðis. Það er líka bjargaman oft þegar það er stormót í handbólt. Já, dimmt allar sólarhengin. Janúar er viðbjör, maður geti kíkt í Fraklands bara og farið á leiki. En fyrsti leikurinn er nú heimaleikur, þannig að það er gott. Já, og við hvetjum alla til þess að fara í höllina á sunnudaginn. Já, ekki spurning. Sverrir Bergmann er að fara að syngja þarna og eitthvað. Í höllinu? Eitthvað veisla sem byrjar klukkan 4. Það er nóg til hjá þessum mönnum upp í höll. Já, ég menn ef að menn eru að fá svestum át klukkan 4 á sunnudegi, þá er nóg til. Ég segi það. Hann vaknar yfirleitt ekkert fyrir 9 kvöldi, sko. Nei, hann er örugglega í Destiny bara fram að leik. Sem er tölvuleikur. En við ætlum að henda þér hérna í Giftast sofa hjá Drepa. Erum við eiginlega ekki með það? Jú, þið megi alveg svona segja ykkar. Já, við komum með input, þetta er aðal pressan er aðal á kjúklingum. Já, hún er aðal á honum. Ég valdi hérna 3 einstaklinga. Náttúrulega, ég ætla að hafa Alexander Pettersson, hann er hættur. Við landsliðinu ekki? Nei, ég veit það ekki, hann er búin að vera on-off í 2-3 ár, sko. Já. Hann er svolítið eins og Steindi í drikkinu, hann er on-off. Já, bara stendur sér alltaf vel. Já, og menn vil ekki tala það, sko. Steindi bindismæður þetta. Já, reyndar, Steindi er mjög rólegur. Hann sást á Ólafsfirði. Nú er kjólinn í bænum. Giftast svo hjá Drepa, Guðjón Valur, Bjöggi Markmaður og Snorri Guðjóns. Byrjum á hverju myndur Góð að taka útdurkluna þannig að byrja bara að giftast einhverjum og síðan er bara hverju myndur giftast að þessum 3? Guðjón, Bjöggi og Snorri. Já. Ég fór líka að fara yfir kost og galla hvers og eins til dæmis þú ert svona hvað sér þú í eiginmanniðinum? Hver er með þá eiginleika að þessum 3? Já, hverju leitar það þegar þú ert að gifta? Bjöggi er vantarlega kvenlegastur það. Ég myndi gefa Gauja það. Gefa Gauja, ok, þú ætla að beint í það að sofa hjá bara. Þú gefa hann að giftast honum? Gefa hann það. Ok, glæsilegt. Það er mjög sexy, sko. Já, hann er alveg með þetta. Ég held að hann er þið eiginmaðurinn. En sagði mér að hann þarf að gefa hann það, ég kann að metta það. Hann er bara það flottur og flottar en hinnir að, þú veist. Ok. Hann er alltaf með sixpack, eða ekki? Jú, hæ? Hann er alltaf með sixpack. Og hann er að vera 50, sko. Já, og líka að vera með hann á Instagram er eiginlega bara óþægilegt að sjá þessar æfingar sem hann að taka. Bara rögg. Og þetta finnst honum gaman, sko. Já. Hverjum ætlar að giftast þá? Nú, pressaður. Já. Snorri er, sko, bara eitt besti leikstjórnandi allra tíma. Þannig að hann er svona, þú veist, hann er svona þægilegur og er samt, sko, þú veist, hann geti, ef þú verður eitthvað að skýta á þig, það myndi bara svona segja, heyrðu, þú ert að gera þetta. Já, þægilegur eiginmaður. Hann getur verið svona bara... Núna átt þú bara að gera þetta. Hann myndi stjórna hjónabandinu alveg. Já, Bjöggi hins vegar, hann er algjör svona reddari og fixari og... Sauður.
Nei, alls nei. Sauður? Það finnst þið sauður út í? Já, svona, hann er svona mér fannst þú vera að tala svona, hann er svona last minute fixari Nei, alls ekki Hann er með þvíli skipulagur Hann getur gert svona 50 hluti á einu degi Hann er líka alltaf með 20 hluti í gangi líka sko. Já, einmitt sko Hann getur ekkert verið bara að gera eitthvað eitt sko. Hann er mjög duglegur En hann er náttúrulega líka ávirkur sko Og svo er mjög erfitt að skilja hann þegar hann talar hratt Já Heldur þú getur ekki fengið að liggja upp í sófa og horfa bara á Chelsea United á þess að Bjöggi var eitthvað svona alltaf standandi upp og ráandi eitthvað og stressandi alltaf upp Já, sko, hann er náttúrulega, ég farið með honum að leika úti og allt sko, hann er mannjumæður og hann hefur gaman að fótbolta og það er alveg, en eins og þú segir, þú vilt stundum bara horfa á 90 mínútur upp í sófa slakur Ég held að hann langi það líka sko okay. En hann bara, hann þarf að gera eitthvað sko Hann væri þá bara að senda e-mail eða koma Ég hugsa, ég ætla að drepa Snorra og giftast Bjögga Þetta er skellu fyrir Snorra Hann talaði samt fallega hann sagði þetta væri besti leikstjórnandi heims áður en að senda upp í Ég var að drepa einhvern, ekki? Hér eftir smástund fáum við spurningakeppni Gilsarans Ég heiti Friðrik Dór og ég lofa því að þú verður miklu betri í fótbolta ef þú safnar stimplum í vegabréfið þitt í sumar. Djók. Vertu með í vegabréfaleiknum og skoraðu stimpla í sumar. Enn einn hluti af boltasumrinu. Enn einn vegabréf. Sértilboð á öllum gerðum áris hjá viðurkenndum söluaðilum verð frá 2.995.000 krónum. Toyota. EM gleði á Amerikan Bar. Allir leikir sýndir á 20 breiðtjöldum og sjónvörpum í bullandi hátíð. Amerikan Bar, heimavöllurinn þinn á EM. Tippaðu á EM í símanum og stattu með íslenskum íþróttum. Lengjan er stoltur styrktaraðili landsliðsins. Stór á krana á 550 kall, milli 5 og 8, alla virka daga. Biljardbarinn Faxafenni. Öddi, Steindi og Gils. Alla föstudaga, 4-6 í FM 95 Blöð. Mikið rétt þér að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957 og hann er ennþá hérna hjá okkur hann Aron Pálmarsson. Við ætlum að fara með hann í spurningakeppni Gilsarans. En Egill stoppaði það bara núna. Þetta er að ég sagði við þig í byrjun Blöð, þú mynd taka Blöð á þetta. Þú varst að fara að taka Blöð á þetta, þú varst að segja við mig, við núna að fara í spurningakeppni Gilsarans. Ég ætla að kvitta undir þetta, þú varst að reyna það Blöð. Nei, ég bara hélt Þú varst að reyna það? Nei, bara því við erum með hérna hann í settinu. Já, sittu bara hérna. Já, þá hélt ég að myndum fara í spurningakeppnina. Ég er rólegri mann. Ég þekki Kjúlan best af öllum. Hann vill vera þetta þegar við lánsum vídeónu. Kjúli, hvað dagsnaði mikrofónum? Það ekki vera þegar höfðinginn lansa nýja laginu sína? Er DJ Muscleboy, er það þinn uppáhalds DJ Aron? Já, ég verði að segja það sko. Þú ert alltaf komið keppinut, DJ María Guðmundsill. Þú var að passa þig. Já, Hún er rosalega. Hún var að spila prikinu í gær og gera allt vitlaust. Hún er komin á prikið sko. Já. Þetta var svakalegt. Er langt í það að þú spilar á prikinu eiginlega? Priki kannski ekki alveg my crowd. Það er meira rappers og svona þannig ég er með glowstickin og En þú hefur aldrei spilað á Austur til dæmis? Ég hef aldrei spilað á skemmtistað. Ég er meira í Þú bara á þessum stórum böllum. En við ætlum að spila þetta nýja lag. Alltaf ekki að spurja mig, er ég ekki viðtali út af þetta? Spurðu mig út í þetta, ass-face. Hver er leikstýra og hver klippir og hvað? Hún er 2 mínútur í strákar. Þið þurfa að gefa í. Þú er 1,5 mínútur. Hver gerðu þetta myndband og lagið? Eiður Birgisson, mjög hæfileikaríkur leikstjóri, hann leikstýrði þessu og Elika Sara er kvikmyndatökumaður. Já, hann var í aðdurinn okkar líka. Hann er bodybuilder og Hannes Þór Halldórsson leikstýrir. Já, landsliðsmarkvörður Íslands. Já. Nei, leikstýrir, hann klippti þetta. Já, fyrir ekki, klippti. Hann klippir myndbandið, korter fyrir EM, gerði það bara persónulega greiða fyrir höfðingjan. Já. Og ég veit hann á hlustan og sundlega bakkanum undirbúið sig fyrir Portugal-leikinn og thank you Hannes. Já, lagið heitir hvað? Og heitir Muscle Dance. Muscle Dance? Og ég Þú er búin að færa þig svolítið, þú er búin að þroska sér listamæður og komin út í technoið, nei út í country. Já, þetta er country, þetta er svona country stera stuðulag. Mennur please að hætta að segja hans ég er búin að þróa sem listamæður. Akkur má hann ekki, hann er að hendi gott pepp hérna. Já, ég auðvitað bara að skjóta þetta niður, hæri. Nei, alls ekki, en að segja DJ Muscleboy ég er búin að þróa sem listamæður finnst mér bara eitthvað rangt. Hvað getur þú kallað þetta annað? Því ég kom inn yfir country. Ég myndi bara kalla þetta það, Stop It Go, hendi country-lag og þú fengst öskar inn á það. Það er bara nákvæmlega sem ég myndi að kalla þetta. Þú mátt ekki gera lítið. Það var ekki þú að þróast. En þetta er lagið, ég er eitthvað heitt á, ég fíla, ég skal gefa þér það. Og það heitir Muscle Dance. Sko, myndbandið sem er líklega dýrasta myndband í Íslandssöguna, það mun koma á netið bara
Já, eftir nokkar Beint eftir lagið runni Og ég ætla að hella yfir með kampavíni meðan þetta er í gangi. Ég kom með kampavín, ég ætla að opna það núna. En byrju, þú varst að segja mér það Bara því, Steinþór. Já, inn á blöðsnappið, því ég ætla að hella yfir með kampavíni. En þú varst að segja mér það, ertu ekkert að grínast? Ætlar að taka þessa kampavín svo opna hann og hella Þá verður allt í áfengi hérna. Ég fekk leyfi frá Rikka G. Ég sendi hann á Twitter. Ég held að hann nú bara vera að grínast á Twitter. Ég held að þú verður að grínast með hann. Ætlar að hella þessu yfir þig. Já, hvað ekki? Nei, nei, mér líst fárlega vel á það. Ég skal taka það. Ég er ekki ábátt að grilla. Hér er lagið allavega. Tjekkum á þessu. Newsflash. Nobody likes you. You son of a bitch. In the name of fitness, get your ass on the floor. Move it, curl it, press it, lift the weight, feel your muscles grow. Nobody likes you, body fat. Nobody likes you. Nobody. Þetta nýjasta lag DJ Muscle Boy Muscle Dance og óskuðu honum minnilega til hamingju með það. Þá hann sitt hérna beint á móti. Ég var að hella mig, ég fekk kampavín gegnum nefið á mér, það var frá góð þær. Ég er reyndar ánægð með þið, þú varst ekkert að djóka, þú varst að Það er kampaðan allt stúdíu. Já, hlustendur geta hoppa stokkið inn á FM 95 Blå á Snapchatinu sínu og séð Egil Einarsson dæla yfir sig kampavín með lagið þér í plast. Þetta var alveg skemmtilegt en Einar núna bara anga stúdíu á kampavín sem er þetta rándýrt. Rikki var búinn að leiða mér þetta, hann á þetta stúdíu. Þetta er bara hrikalega fín lykt. En áður við... Þetta er gott kampavín, viltu fá það nú? Já, gefið smá hérna í glasi. Ég er alltaf til í gott kampavín. Þið þáttur að geta betur í kvöld. Þegar við erum að tala um að Steindór sem komin á handbremsuna þá er ég alltaf til í kampavín. Helli þig, grænt ljós og coach. Nei, bara spurtu með þetta. Þú mætti taka alltaf eitt kampavínsglas, eða ekki? Ég þarf að tala við hann þjálfara, sko. Nei, ég er góður bara. Já, fíla. En Egil, þú varst með spurningakefni Gilsarnas. Við ætlum að tekka hvernig Aron myndi svara einhverju spurning sem varst að henda okkur. Steinda ekki satt? Jú, það er farið beint þetta núna. Já, hvað ætlar að henda á hann? King of Love. King of Love, ok. Já. Viltu þá fá Brynja Már Snowpatrol? Já, drafta undir það? Já, ég get hendið það. Ok. Brian Ecclepen. Má sjá, ætlum að finna hérna spurningakefnina. Sko, Aron, það er allir mjög, þú veist, það er svona regla hjá okkur strákurum hérna, F95 Blöð, við erum allir mjög svona heiðarlegir og svona... Við ljúum aldrei að hlustendum. Nei, við ljúum aldrei að hlustendum. Ok. En ég þarf eiginlega bláð pennapú. Hérna, lagið kom undir. Þetta er King of Love. King of Love. Það verður svolítið spennandi. Hvor kom betur út hjá ykkur? Steinda og þetta. Sko, mér minnir nú, ég hef tekið þetta. Þú vilt eiginlega ekki vinna spurningakefnina. Já, alveg. En hvernig er staðan á þér? Aron, ertu á lausu? Það kemur ljós, það er ekki svara spurningar, það kemur ljós í þessu, já. Þú ert ekki spurningakefni á Steinþór nú. Ok. Sjá, og Blöð, þetta er að koma undir. Lagið er undir, já. Mætti setja þetta sem headphone-in. Ok. Akkur heyri það ekki? Já, má setja það svona hækka hans í því. Ok. Byrjum á spurningu nummer 1. Hefur kysst mannesku upp í rúminu þínu? Já. Ok, punktur. Þetta er spurning. Hefur kysst mannesku upp í rúminu þínu? Býttu bara, sko, fyrstu 5 eru þægilegar. Hvað er það margar? 12. Ok. Hefur kysst mannesku af sama kyni í svefnherberginu þínu? Já. Býttu, hvað þurfum við eitthvað að staldra þarna við? Ég var að staldra við að færa okkur beint í þriðju. Þetta var eitthvað förðulegt. Það var bara eitthvað flitt. Ok. Já. Ekkert þannig, nei. Ekkert að góða flitti. Það er ekkert að. Maður var ungur og vitlaus. Já, ég meina það. Við dæmum ekki. Er ég að dæma það? Nei, treystu, þú ert í F95 Blöð, við dæmum ekki. Og þó þetta ekki verið flip, það var bara ekki dæði. Nei, ekki neitt að þessu. En ég er ekki samt í þínu lið. En þú hefur verið sérst reglulega í sleik við manneskja á sama kynninsetninginu. Það er ekkert að því. Ekki reglulega, en það er gæst. Nei, sleik? Nei. Var þetta ekki sleikur það? Þú sagði bara kist. Hann er komið 2 punktar. Hefur þið dansað æsandi dans inn í svefnherberginu fyrir einhvern svokallaðan striptease dans? Þú þarft að vera alveg hreinskilinn. Já. Við ljúum aldrei. Nei. Aldrei? Nei, ég hef ekki gert það. Það er lélegt. Nei.
Allt í lagi. Hefurðu farið í þveng? Já. Já. Þá erum við ekki tveir það, Stendi. Nei, djúvillir ánægðar. Gott að heyra. Eina sem ég þarf að vita er að flest allir er að fara í þveng. Var þetta kallkyns þvengur? Hvernmanns? Já. Ok, veistla. Já, þú veist, ég hef aldrei keypt mér eða leikt mér eitthvað svo leiðis. Nei. Leiktir? Hver er að leigja sig? Herri, ég ætla að leigja þér eitt konuþveng. Já, það er 6 skall fyrir helgina. Það kallað þvengum, mér finnst það kókislegt. Ég ætla að leigja hjá þér eitt konuþveng. Sko. Ég ætla að fara næst spurningu. Þú standaði nokkuð vel. Hefurðu farið í rólu eða verið með mannesku í rólu í eldheitum ástarleik? Þetta er rosalega persónulega spurningar. Já, ég trúi mér. Akkur þetta er okkur lífið sem ítliðis Þetta er bara basic spurningi, slakað á. Og það er engin hlustun á okkur, það nokkuð. Það er engin munur þessu að fara í getur betur. Það er ekkert basic spurningi. Ekki neitt. Ég líður bara illa fyrir hann hérna. Sko, þú veist punktur í þvengin. Þú ert bara búin að skýta í einni spurningu. Það var hérna stritti spurningin. Þannig að sko, en þetta er hérna, þetta er bara, þú veist, hefur rólað þig í gang, basically? Já. Hefur rólað þig? Er krókur upp í lofti hérna í Þýskalandi hjá þér? Þýskalandi? Nei, Ungarlandi. Það fyrir ekki, Ungarlandi. Nei, það er ekki krókur, það er en ég hefur rólað mig í gang. Ok, það er punktur. Það er bara að pakka þessu saman. Þetta er ömurlegt. Ok. Hefur verið einn upp í rúmi með laptop-tölunina og farið inn á alls konar síður? Hver hefur ekki gert það? Þú segir bara alls konar síður. Já. Ok. Bara vísir.is og eitthvað. Ég er mest að rúst, sko, ef þú var að keppa mótökurum, þá ætti... Hvaða síður varst að hugsa Heil? Næst ekki vera kveik í... Gefur þú frá þau hljóð þegar hún er hámarki? Herðu, já. Hvað? Þetta er bara spurning. Þið hefur allir fengið þessi spurningar. Já, ekki vera að spurja. Þetta er gamla spurningar. Þetta við erum hérna með ungan handboltamann hérna í spjallið. Þetta er bara, ef það er eitthvað svona... Eitthvað svona. Allir feskir, næsta. Ekki frá mig svona hljóð. Það er ekki þetta svarsamt. Hann sagðist að hann gefur ekki frá sig svona hljóð. Þetta var ógeðslegt hljóð. Ok, bara farið ekki punkt í miður. Manst eftir fyrsta kossinum? Já. Wow. Getum þetta ræðið það einhvern veginn. Það er spes innkoma þar. Trúur á ástu í fyrstu sín? Nei. Brutally honest þarna. Like it. Það bara nei. Ég fekk nett sjokk. Ég held að myndi allir trúa það. Það er sérstætt en allavega, við höldum áfram. Hefur þú sett romantískt lag á áður og nýtur ásta? Já. Vel gett hvað þetta vinna með helst. Hvað slaga? Ég er ekkert að vinna með það, ég hef gert það. Já. Hvað er að tala Beautiful Day með U2 eða? Ég man það bara ekki. Beautiful Day með U2? Já, ég er ekkert með einhvern playlista, sko, eins og blöð. Nei, cozy blöðlisti minn gengur ekki út á þetta, sko. Það er í þunnur og sunnudum. Það er bara sikta playlistans blöð. Þetta er ekki sikta playlisti. Það hangar á hann einhver kynlífslikt. Feikið. Ríkalegu playlist. Tvær spurningar eftir. Þetta er ömurlegt, maður. Og það er stundaru líka sagt til að verða hot piece of shit. Nei, það ger ég ekki. Ekkert af því? Nei. Það er bara... Þú er góður handboltamaður. Það er vinna mín bara. Já, ok. Vel svara. Lækar og stundum myndir af heitum gælum á Instagram. Ekki kalla þetta gælum. Menn að segja bara eitthvað fallegum stelpum eða konum. Ekki kalla stelpur eða konur gælum. Þetta er svo vant eða. Hvað? Því það er svo skrítið. Þú ert ekki einn í þættunum, sko. Hvað? Ég er bara spurningkenni. Já, bara hefur þú lækað fallega konur eða stelpur á Instagram sem þú þekkir ekki. Það er spurningin. Einhverja sæta gælur. Já. Hörru, með 8 punkta af 12. Þetta er a record, held ég, FNÍ blöð. Hvað stendur hjá okkur Steinda þarna? Stendur hvað þið hægðuðu ykkur, sko. Já, ok. 3-4 punktum. Mér líður bara eins og við séum núna strákar. Honest. Mér líður Jú, alltaf, við erum honest. Sko, þeir eru yfirleitt honest. Þú varst brutally honest. Ef einhver stillir þetta inn á þetta núna, hann myndi halda að þetta væri bara krakkar í Hagaskóla og það væri eitthvað svona skemmtileg vika og allir væri með eitthvað útvarpstíðni sem þú rataðir óvart inn á. Þetta er stórfurðulegt. En við erum með bara besta handboltamann heims hérna að opna sig. Það er ekkert að því. Sem að spurningarna bara skrýtnar. Já, mjög furðulegar. En þú varst með ýmislegt þarna sem að Steinda líka með, til dæmis sem bara róla sig í gang og allt þetta. En hérna... Já, hann hefur rólað sig. Ég man nú ekki hvað ég sagði á sínu tíma. Þetta hefur nú alltaf verið frekar óþægilegt fyrir mig. Hann rólaði sig. Var þín leður, eða? Já, leðurróla? Nei, var ég nokkuð með róluna? Ég held ekki. Varst þú með leðurrólu? Leðurrólu? Það er nú bara auka stig, myndi ég segja. Það er bara, ég getur auka punkt ef þetta var leðurróla. En ég var alltaf með... Við þökkum Aroni kærlega fyrir komuna og við séum bara áfram Ísland á sunnudaginn. Hátíðin byrja 4 og leikurinn klukkan 5. Og nennum að gera okkur hérna í FN95 blöð smá greiða og henda svona 6-7 slumum í vingilinu.
bara minnstamál. Takk fyrir það. Takk Aron kærlega fyrir. Hér eftir smástund þá ætlum við að hringja í einn vinn okkar sem komst inn á skemmtilegan lista í dag. 957 kynnir Bíladaga Skeljungs 2016 á Akureyri dagana 15. til 18. júní. Burnout, Auto X, Drift, götuspyrna, sandspyrna og ein flottasta bílasýning landsins. Kynntu þið dagskrána á skeljungur.is/bíladagar. Miðarnir eru alveg að klárast. Secret Solstice. Miðasala á tix.is. Spennan magnast í Evrópu. Hver tryggir sér titilinn á föstudaginn? Pablo, Ivanka eða þú? Eurojackpot? Evrópukeppnin í heppni. Alla föstudaga. Hollur og hrikalega góður skyndibiti. XO, Jóðarshúsinu, Vesturbæ. Fer grilltíðin illa með þig? Omeprazol Actavis fæst í öllum okkar apótekum. Apótekarinn á lægra verði. Langar þig að fara í heimsreisum, læra að surfa á Bali, fara í sjálfboðastarf í Afríku, kafa í kristaltærum sjó eða upplifa menningarundur Indlands? Hafðu samband við Kilroy. Við látum drauma rætast. Kilroy.is. Ekki bjóða eyrunum upp á hvað sem Við erum með Beats heyrnartól í úrvali. Epli, ekki vera ferkönduð. Epli, Laugavegi og Smáralindi. Sumarhátíð í öllum verslunum Bíkó á laugardag frá 12 til 15. Frábær tilboð, pilsur á grillinu og glaðningu fyrir börnin. Bíkó, gerum þetta saman. NTVAF skóli sem aðlagar námsefni sitt hratt að þörfum atvinnulífsins. NTVAF skólinn. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Kiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blöð. Það hárrétt, þeir eru að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Aron Pálma, hann stóð sér vel, strákurinn. Hann var hreinskilinn og góður. Já, fyndi maður sér alltaf að tala um hans í kjúlan, svo lítur maður á hann. 2 metrar á hæð. Getur kramið mann einhvern veginn? Já, miklu stærri og sterkari en það. Þetta er rosalegt. Og stórkostlur íþróttamæður og hann verður einmitt í höllinni á sunnudaginn. Já. Hvetjum alla til að kíkja þangað. Ekki spurning, en hvað erum við að tala um? Þeir eru búin að vera að hlæja hérna í alla morgun og voru að sína mér eitthvað djöðs lista. Nei, við vissum bara að við vorum ekki að hlæja listanum, alls ekki. Nei, þeir voru alls ekki. Þeir voru bara að hlæja að einum vin ykkar sem var á listanum. Sem þarna inn á. Sem sagt, það inn á Smartland núna. Ég held að það ekki farið fram hjá neinum. Þetta var allt Facebook og svona. Og nú kem ég veit nefnilega ekkert. Þetta eru sem sagt eftirsóknarverðustu piparsveina landsins. Já. Og inn á þessu lista eru hérna 10 einstaklingar. Þetta mest lesna fréttir um Bjall í dag. Já. Númer 1. Og þeir sem eru á listanum eru Valdimar Guðmundsson, tónlistarmaður. Já, hrikalega flottur. Gylfi Þór Þorsteinsson og fjölmiðlamaður. Ok, hann flottur. Já. Og svo í 8. sæti Hjörvar Hafliðarsson. Félagi okkar. Já, það engin annar en Hjöppi K. Útvarpsmaður á FM 957. Ok, nú skiljið þetta allt saman. Og hér stendur Hjörvar Hafliðarsson, þáttastjórnandi Brennslunar. Þar vart að kynna, hann 36 ára gamall og við starfaði í ýmsum fjölmiðlum ásamt því að hafa látið til sín taka í boltanum. Hjörvar þykir einstaklega myndalegur og svo hefur hann fantagóðan húmor. Hjörvar á fallegt og vel stílisherað heimili eins og áverðuðu Stöð 2. Fengu að sjá síðasta vetur þegar Hjörvar opnaði heimili sitt í þættinum Heimsókn með Sindra Sindrasyni. Hver eru fleiri á listanum? Ert þú á listanum? Nei, ég ekki á listanum. Þú ert ekki á listanum? Nei, MC Gauti, hann hann í 7. sæti. Svo King Willi Will, Snorri Engilbertsson. Svo það Aron Pálmarsson, þið myndist ekkert á þetta við hann er á listanum. Nú, hann er á listanum, já. Leifur Arnór Ingvi Traustar, hrikkalegur. Leifur Hreggviðsson, hann er þarna. Já, Arnór Ingvi Traustarsson. Þorlákur Helgi Hilmarsson, Vilhjálmur Vilhjálmsson, Willi Will, Magnús Sigurbjörnsson. Og svo það Skúli Morgensen. Já. Þetta eru menninni sem eru hérna á lista. Akkurat. Þetta eru svolítið svona usual suspects, myndi ég segja. Já, þetta svona, bara fínasti listi. Og Hjörvar ef þetta eftir sætum, og þá Hjörvar í 8. sæti. Já, það stendur svo ekki 1, 2, 3, 4, en ef við teljum niður, það hann í 8. þarna. Já. Ef það ekki númerað, þá þetta ekkert eftir númerum, sko, eftir röð. Þetta bara random, en akkur Skúli Mogan alltaf efstu þá? Af því að sjálfsögður hann efstu. Hann hægir keð, sko. Já, nefndu einhvern mann sem gæti verið ofar en hann. Já, nákvæmlega. Hann ekki til. Kannski Kjúli. Kannski kjúklingurinn, en hann mista bónusum um daginn. Ef hann hefði náð bónusum að vera hann eftir líka. Já, hann hefði meistarlýsing, sko. En þegar
Hjörvar frétti að þessu, hann var eitthvað svona pínu, ég skautist eitthvað aðeins á hann hérna í dag og eitthvað. Ok, ef við bara tökum eitt lag og hringum svo í Hjörvar og ræðum þetta aðeins við hann þennan lista. Hann fyrst smá Selínu Gómez, svo hringjum við í Hjörvar K. 95 blöð hér á FM 957 og já, við gátum ekki beðið mikið lengur. Egill Steindi úti að fastreikja eða á klósettuna, ég veit ekki hvað hann að gera. Þetta gerist nú stundum hérna hjá okkur, en við Egill erum hérna í stúdíónu og við vorum að tala hann og við ætlum að hringja í Hjörpa út af listanum sem vorum að fara yfir. Já, óskonum bara til hamingju. Já, óskonum til hamingju, hann hérna á topp 10 yfir eftir sóknustu piparsveina landsins og það líka bara gaman að heyra hvað Hjörpanum finnst þetta allt saman. Það ekki? Já, ég meina, sko, hann orðinn fullur? Þannig að það glaður, eða er hann ennþá edru? Ég held að hann sé að fagna þessu bara minnu. Held ég. Já. Það er 100%. Býtu. Það er eðlilegt að fagna þessu. Já, við ætlum að tjekka hann á hann. Halló. Er það Hjörpi K eða K-maðurinn eins og hann kallaði sig? Blessaður. Blessaður, þú ert hérna í beinni útsendingu F9, hvað er það, vekja eða? Nei, veitu hvað? Við erum bara... Þú varst að ringja úr einhverju öðru númeri, hvað segirðu? Ég er góður, en þú? Ég er heldur góður. Nei, ekki? Já, þannig lagað. Hvað er kallinn að fagna? Fagna EM. Nei. EM Fever. Ertu ekki að fagna listanum? Já, það. Góður. Í áttunda sætti yfir eftirsóknustu piparsveina landsins? Góður. Það má nú alveg fagna þessu. Helviti... Er það þarna, já. Þú mátt alveg opna eitt. Nei. Þú mátt alveg opna eitt núna. Ertu ekki sáttu við þetta? Myndur þú segja bara... Það segir eitt, þessi dagur eiginlega bara búin að fokkast upp út á þessu dæmi, sko. Nú, hakkur? Það búið að endalaust eitthvað bögg og stríðni og endalaust, sko. Nei. Hver er að stríða? Þú veist gaman að gera grína mér. Það látið það rigna. Hver er að stríða? Sko, ég ætla að lesa hérna... Aldrei bara áfram. Fáðu þess að þetta Hallars aftur í stólnum. Chillaðu. Það er að lesa fyrir þetta. Hjörvar. Þú veist hvað, ég er búin að heyra alla brandara. Nei, þetta er ekki brandar, ég er búin að lesa fyrir þig. Hjörvar þykir einstaklega myndalur og svo hefur hann fantagóðan húmor. Hvað elskar gælur? Segðu mig það. Einstaklega myndalega menn með fantagóðan húmor. Já, svo líka Hjörvar á fallegt og vel stíla sér að heimili eins og Árendastöð og 2 fengu að sjá í síðasta þætti hérna vetur. Já, þú vissir alveg hvað þetta gerir að spekt Sindra heimtíð. Já, var þetta hlut að því að komast á listan að henda Sindra að heimtíðin í heimsókn? Já, það var svona hluti af þetta stóra plottinu að komast inn á lista. Já, þetta er vel gert. Sérstaklega út af þessu svona böggi sem ég fengi í dag, þá er ég sérstaklega ánægður með þetta. En Svo reyndar sko, geti náttúrulega hlegja þessu, ég var að éta í hádeginu með Skúla Mógensen og hann er náttúrulega þarna fyrsta sæti og við vorum að einhverju léttum viðskiptafundi og við hlóðum nú bara þessu svona í sammenningu. Í hádeginu? Við gátum nú bara að hlegja þessu, því að ég hef nú kannski svona eitthvað, ég hef nú ekkert verið að opna með það, en við erum ágætis félagar og við vorum að fara yfir svona viðskiptatækifæri sem er að koma upp og núna í hádeginu? Byrja að fljúga þarna til San Francisco. En varst að taka hádeginu núna í hádeginu í dag? Já, við hittumst bara og hlúum að þessu og þú varst með mér á Ruby Tuesday? Tók að þessi viðkvæmtum wet lunch Tanna og fögnum viðskiptadílum ykkurnar. Ég var með þér í hádeginu, villisingurinn. Nei, þú varst ekki með mér í hádeginu. Jú, við vorum á Ruby Tuesday að borða eitthvað, rugglaður. Hann var með Skúla Móa. Sannaði það? Ég tók ekki mynda. Ég var með Skúla Mógensen að borða hádegismat. Já, ok. Hotel Borg. Þetta er búið að vera leiðulega og þú búið að fá mikið árið og fólk er búið að stríða þér, það sem þú vilt meina. Já, ég meina, þetta er búið að vera að skýta fucking dag og svona ólíklustu menn svona Já, ok, sko, en lítið á þennu, þetta er leiðilegu dagur í dag, en það var ekkert sérstaklega leiðilegt þú lappar inn á austur annarkvöld. Já, jéttu skýt. Búm. Jéttu skýt. Búm. Einu sinni einhvern tíðan á ég eftir að segja að jétta skýt alveg með það. Já, þetta er að negla það einu sinni. Og þú veist, þú getur ekki kært það neitt að þú áttu skilið. Búm. Þú veist, ég myndi kýla það, myndur þú kæra það? Nei, ég held ekki, ég myndi bara taka með. Þú er eiginlega að stríða neitt ástönd, þetta fer í tötuna. Ég er alveg til í að taka skít úr öllum óttum, sko, en ekki þessar allt, sko. En ég er líka með annað jákvæðan hlut. Ok, í dag er góð dagur. En eins og ég segi, ég og Skúli hlóðu nú bara aðeins í hádeginu. En segðu mig, Jöbbi, þú ert í 8. sæti, hefur þú viljað sjá þig ofar? Þú veist, fáið því. Já, ég meina, ég er að fara að laga með tennuna núna, þannig að ég er að fara á top 5 solid.
Ég veit þetta. Og svo þú að fara að grenna með aðeins. Ég aftur úr spikfeitur. Þú sofnar alltaf á verðin. Þú verið feitari, viðurkenndu það. Já, ég hef verið feitari, það alveg árið hjá þér, en ég samt í engu standi. Við erum að fara í bodybuilding. Ég var erlendis, núna erum við að fara í smá geðviki. Við ætlum að vera í toppstandi í júli. Það er nýja konceptofur. Ég veistu hvað, ég er búin að átta með hvernig þetta er hjá þér. Þú vilt eiga eitt svona spikfeitan félag svona í kringunni þegar þú ert ekki. Ég er með Rikka. Það er bara hannig. Þér er skýtsam í hvaða standi ég er í. Þú vilt hafa mig spikfeitan. Ég veit bara hvernig þú virkar. Það þýðir ekkert fyrir mig. Er það sama, Egill? Nei, máli hann þarf að, sko, ég get ekkert sagt Hjöppa Kottur í form, hann þarf að ranka vissi sjálfur á kvöldin. Já, en þér er alveg sama. Hjöppi er nett jójó þessu, hann er annarkort all in eða all out. Hann er ekkert nett jójó, finnur ekki meira jójó. Hann er all in eða all out. Það er engin millifur, engin millifur. En við ætlum bara að áskæta hann ekki með þetta, Hjöppi minn, þetta átti ekki að vera neginn leiðandi. En máli, og þú ekki að stríða honum, máli er, ok, það er ef hann byrja í dag, ok, jákvætt, þessi listi, við getum ekki sagt hann sem neikvæður. Og þú ert að leika í þessu iconic myndbandi sem að Egill frumsýndi á. Þannig að hversu góðu dagur Ég veit að ég er með þetta myndband sko. Stóðstu mjög vel að það? Ég er góður í þessu myndbandi sko. Stóðstu mjög vel. En það er öllu kannast lett, það átti ekki að vera böggað þessu, það er fínt að vera eftir svolítið byrjus. Nei, eins og ég segi, ég og Skúli hlófum bara að þessu. Við gátum ekkert annað, hann náttúrulega var að opna þessa flugbrú til San Francisco og ætlum að reyna að kíkja þarna vestur eftir við tækifæri. Kannski að við leiðum þeirra að fylgjast með á Snapchat. Takk fyrir það. Ekka okkur Skúli og Hjörvar. Ekka okkur á Snapchat. Skúli og Hjörvar. Toppmenn. Skúli og Hjörvar, tjekka á þessu á Snapchat. Adda okkur. Þetta er helsaður. Já, skýttið. Þetta var Hjörvar Hafliðarsson. Nei, þá kemur Stónin og hann er 8. eftirsóknasti pipaðurður landsins. Piparsveinn landsins, ekki pipaðurður. Þórunn Antonía með lagið Too Late og það er eiginlega smá mistök hjá mér að hafa spilað þetta lag núna því að hér eftir smástund þá ætlum við drengirnir að fara í flottulagakeppnina og þema flottulagakeppninar í dag er uppáhalds íslenska lagið. Við ætlum að fara í það hérna eftir og ég verð nú bara að segja það, þetta er náttúrulega ekki sungið á íslensku, ætla að hafa þannig. Verður lagið að vera sungið á íslensku eða bara nóg að flytjandinn sé íslenskur? Sko, mér finnst að sé bara nóg að flytjandinn sé íslenskur. Þannig ég hefði mátt spila þetta lag. Já, þú vilt. Þetta er eitt af mínum uppáhalds. Ég skil ekki að þetta lag er ekki bara heimstækt. Já, það náðu nú heldur langt. Er þetta ekki komið 500.000 views? Já, þetta er mínum uppáhalds. En sko, hérna, ég var að krydda þetta eins. Ég var að taka flottulagakeppni meets karaoke. Nú, hvernig þá? Þannig að þú spilar uppáhaldslægið þitt. Já. En þú ert með mækin á og átt að syngja með því. Wow. Já, meinar. Ok. Ekki allt lagið það? Já, bara svona... Já, þú kemur inn í viðlagið. Þú vilt blanda saman flottulagakeppninni og karaoke? Já, svona til að rífa upp stemninguna, ég veit það ekki. Já, og þema dagsins er uppáhalds íslenska lagið þitt. Já. Ég er komið með mitt lag, sko. Já, þetta lag Too Late hefði verið ofalega. Er þú ekki búin að velja lag? Nei, ég hef ekki hugmynd hvað þetta er. Ég er með lag sem kemur mér í þvílíkan gír. Skiptir engum máli hvenær, ef ég hlusta á þetta lag, þá er ég bara komið strax í hættulegan gír og það er bara eins gott að ríkja sér búið að loka. Ég viti hvað lag steindið ykkur. Það kemur ekki á orð. Það er annarkvort einar áttavildi eða eitt annað sem ég ætla ekki að segja. Það er ekki einar áttavildi. Hann er samt að top 3 hjá mér. Já, ok. Hrikalega flott lag. Egill, þú ert að velja lag líka? Já, ég þarf að velja mér eitthvað. Ég er að vinna í þessu. Og ég ætla að segja fólki að Muscle Dance er komið á YouTube. Segir þú haldband á kampaðinu með að tala? Skellu ykkur á YouTube og það er hálf flaska eftir. Já, þetta er bara skellu ykkur á YouTube og blastu þessu myndbandi. Segið mér sjá hvað ykkur finnst. Hér strax eftir auglýsingar förum við í flottulagakeppni og sjáum hvað er uppáhalds íslenska lagið okkar. Tjekkum á þessu. Styttist í tónlistarhátíðina Secret Solstice sem fer fram í Laugardalnum í Reykjavík 16. til 19. júní. Ótrúlegur fjöldi íslenskra og erlendra listamanna kemur þar fram. Meðal annara Radiohead, Deftones, M.O.P., Lady Leisure, Of Monsters and Men, The Antwoord, Action Bronson og 150 aðri listamenn. Ert þú búinn að kaupa þig miða? Langar þig uppfæra í VIP? Komdu núna inn á fm957.is og skráðu þig til leiks. Fram að hátíð munu nokkrir heppnihlustendur fá að uppfæra miðana sína í VIP. Náðu þeir í miða á Secret Solstice og taktu þátt á FM957. Upplifunin gæti orðið ógleymanleg. FM957 og Secret Solstice. Áttu eftir að redda kvöldmatnum? Pantaðu kínverskt takeaway hjá okkur og sæktu á Bíldsöða 12, Phoenix veitingahús sem er 5677 888.
Komdu í mat í IKEA. Í júní færðu hálfan grillaðan kjúkling, franskar hrásalat og sósu á aðeins 995 krónur. Vertu velkomin. IKEA. Akranes torfæran á laugardaginn. Laugardaginn 11. júní Akranes torfæran. Að ræða aðra umferð Íslandsmótsins í torfæru. Eknar verða 6 brautir og öllu til tjálta. Aðgangseyrir 1500 krónur og frítt fyrir 12 ára og yngri. Komdu á Akranes helgina og upplifðu alvöru torfæru skemmtun eins og hún gerist best. Áris tilboð á öllum gerðum Áris hjá viðurkenndum söluaðilum allt land. Verð frá 2.995.000 krónum. Toyota. Hinir árlegu bíladagar Skeljungs verða á Akureyri dagana 15. til 18. júní. Burnout, AutoX, Drift, götuspyrna, sandspyrna og ein flottasta bílasýning landsins. Kynntu þið dagskrána á skeljungur.is/bíladagar. Komdu og smakkaðu nýja Engifer Sólbert. Sólbert býður í partí á Íslenska barnum laugardagskvöldið 11. júní klukkan 23. Boðið verður upp á Perfect Surf Sólbert með klaka í ísköldu Sólbert glasi. Fullkomið stopp á sumarkvöldi. Hlökkum til að sjá ykkur. Milljónirnar okkar í frábæru formi. Þetta verður söguleg stund. Potturinn stefnir í 65 milljónir. Lotto, leikurinn okkar. Átt þú rétt á slysabótum, en kemur þínum málum ekki áfram? Við hjálpum þér að sækja réttin. Fulltingi. Þinn réttur til bóta. Dagana 9. til 12. júní fylgir Only One varalitur með hverjum 2 keyptum rimmelvörum. Gildir á öllum útsölustöðum Rimmel. Get the London look. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Já, hvað heitir hún? Years and Years, sýnist mér, með lagið Shine. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blö, á FM 957. Við erum á leiðin í flottulega-keppnina, en það var nú ungur maður að ryðjast hér inn. Já, þakka fyrir. Við segjum nú ekki ungur. Láttu ekki svona. King sem við. Já, þetta minnst það, málega, svona á að gera þetta. Hann að sponsa þáttun okkar og ekki bara það, heldur mætir hann þetta með pítsur og seikandökur. Já, beint frá Shaken Pizza. Þetta rosalegt, sko. Þinni kann þetta. Þeir eru það að smakka hérna í fyrsta skiptið eina pítsur sem að kemur í haust sem við getum eiginlega valla sagt frá. Kemur í haust. Svo eru við með hérna Pipar Nova Crop Shaken sem að datt inn helgina. Þú ert dottinn í piparruglið. Pipar Nova Crop náttúrulega bara bannað. Þetta hrikalega góðu shake, en einu sem vantar í hann, það áfengi sig. Já, ég get alveg skuttla smá móet hérna. Ég sé að písarinn komið með ég veit það. Já, ég með kampa, ég er búin að vera ég held yfir með kampaðinu rétt á. Vissir þið að vera að koma? Þetta svakar. Ég styrtaði yfir með kampaðinu á hann. Mjög aðeinslegt. Hérna, og Karlsberg stúkan, hún áttar í kvöld. Já, ég ætlaði bara að gefa ykkur að borða og svo ætla ég að skilja eftir enda hérna bjórkort. Þetta eru 8 bjórar, 8 stórir Karlsberg og ávísun á það að þið getið setið og tekið frá sæti í Karlsbergstúkunni. Ok, og við gefum þetta á eftir. Já, þú mátt gera það. Þú mátt alveg gefa þitt. Þú mátt bara gefa 2. Ok. Og þitt er þið eiga. Þú mátt gefa þitt, ég ætla að eiga mig. Þið með eiga restina hérna. Og eins og við komum inn á áðan, þá opnar þessi stúka í kvöld í Keiluhöllinni. Hvetjum alla til að horfa á EM þar. Já, ekki spurning. Og þegar Gett og betur byrja, þá mæli ég líka með því sem að þú skiptur stöð þarna bara og leiður fólkinn að tjekka. Alltaf sjónvarskjáðan við hliðina. Þarna kom lausnin. Það eru 86 sjónvarskjáðar. Sjálfsög. Það verður að multitaska. Já. Þannig verður þetta að vera. En já, bara takk fyrir þetta. Áfram Ísland. Áfram Ísland. Áfram Ísland. Við ætlum hér, sko maður hérna með hendur fulla pizza og seika. Við erum að fara í... Við þökkum kærlega fyrir okkur að fá svona sendingu. Þetta er náttúrulega þvílíkur lúksus og ekkert annað. Ég var honum þvílíkt svangur, ég fann að ég byrjaði að borða þetta. En ætlum við að fara í flottulega-keppni. Ég er búinn að velja mitt, má ég byrja? Þú mátt byrja. Ok. Og núna þurfum þið að vera tilbúinir, kæru hlustendur, því að þið hringið 511-0957 og það er fyrstur upp í 5 atkvæði, hann vinnur keppnina. Og þema dagsins er uppáhalds íslenska lagið þitt. Akkurat, ég er búinn að finna mitt og þú mátt slá það inn á YouTube-klukkan. Það er komið, allt er búinn. Hvað meinur, ég var ekki búinn að segja þetta? Var ég búinn að segja þetta? Nei, ég veit bara hvað lagið er. Ertu að segja mér að þú hafi slegið inn 10. kynslóð með Bjartmari Guðlaugsinni? Ok, þetta er mitt framlag. Hækkaðu vinnlaginu, ég ætla að syngja með svona, ég ætla að detta inn á góðum tímum til að selja þetta betur. Látum vita þegar þú ert að vera þetta. Ok, þetta var framlag Steinda í flottulega-keppninni. Þetta er æðislegt lag, þetta er rosalegt lag. Málega, þetta saminar allt einhvern veginn. Heyruðu textan, ekki mikinn kók, ekki mikinn ís. Þú veist, hann vil hafa þetta sterkt.
Þetta nánast drægari, smá kók í þetta, enga klaka og réttu með kveikjarn. Hann ætlar að tendri einni líka. Þetta er bara þetta laga saman. Hlustendur kjósa eða ekki? Já, hlustendur kjósa, 511-0957. Og það ég ætla ekki að vera leiðilega, ég held að Steindi fáði ekki mikið af punktum, því miður. Já, það er alltaf erfast að byrja, en ég tók séns. Egil, þú vildi vera annar. Já. Og sendu mér lagið þitt hérna á Facebookinu. Ég var einmitt aðeins bara rétt í þessu. Ok. Þetta lagið þitt. Ok. Þá komið að gildaranum. Hvað Þú þarft ekki að vera hérna, þú getur verið hilum með bara. Það er ekkert lag að fara að taka týndu kynslun út. Þetta er rosalegu texti, rosalegu. Það veit aldrei. Nei, þú verður örugglega sáttur með lagið hans Egils. Hér kemur hans framlag. Lagið hans Egils, hann valdi Jam í kvöld. Blöðskeitana með að slökk og lagið hana. Nei, það kemur ekki inn að því að við Nei, fyrir blöðsnappið, ég var bara Snapchat. Herru, þetta var reyndar, málega nú eiginlega bara verði ég að halda með agli. Þetta er erfið staða sem ég komin í. Ok. Það er ekki hægt að hlusta á Jam í kvöld og vilja ekki fá sér smá champagne. Nei, þetta lag rekum hann á pubin, það er bara hann. Svo er það mitt lag. Ég átti erfitt með að velja, en svo fór ég að hugsa bara hvaða lag svona kemur mér í gýrin og hvaða lag finnst mér alveg hrikalega flott. Og ég ákvað að velja unga drengi frá mínum heimabæ. Þetta eru töffarar, þetta eru Úlfur og lagið Ég er farinn. Þetta finnst mér eiginlega bara besta íslenska lagið. Þetta verður hörð samkeppni. Þetta finnst mér geggjað lag. Sólin í augunum og ég sé ekki neitt, við erum bæði svo þreytt og dagarnir líða hjá svo bjart er það sást og ég missa það mann. Strákar, þetta verður erfitt fyrir hlustendur, það er bara svo liðis. Já, þetta eru geggjulög. Þetta eru sem sagt, ég er farinn, Úlfur, týnda kynslóðin eða Jam í kvöld. Týnda kynslóðin, Jam í kvöld og ég er farinn. Nú opnuðu fyrir síman, það er 511-0957 eins og áður komið fram og það er fyrstur upp í 5 atkvæði. Hvað er í hverju voru? Partílagið? Það er bara uppáhalds íslenska lagið þitt. Já. FM. Halló. Já. Góða kvöldi. Góða kvöldi. Við erum góðir en þú. Það ekki? Já, alltaf feskir. Egil fær mitt atkvæði. Egil fær fyrir Jam í kvöld. Yes. Erum við ekki bara báður að fagna því, Egil? Jú, við erum fagna báður. Ég vinn keppnin ef ég vinn, sko. Já, einmitt. En þá er stóra spurningin, er Jam í kvöld? Besta lagið? Nei, reyndar ekki. Bústaður í kvöld. Já, fíla. Aðeins að slaka á upp í bústa. Já. Hún er alltaf að fara að taka nokkra þær. Takk fyrir að hringja. Takk fyrir. Ok, Egil kom með 1 prigg. Yes. FM. Halló. FM. Þú voru að segja harra. FM. Já, maður þarf alltaf að svara með þessi. Þessi var of lengi. FM. Já, halló. Já, halló. Hvað segir þú gott? Herðu, ég er bara góð. Er það ekki? Jú. Já, hvaða lag fannst þér best? Hvaða lag kom þér í gýrin að þessum íslensku lögum? Herðu, það var Týnda kynslóðin. Týnda kynslóðin, já. Steindi kom á blað. Það sjálfsögðu. Já, ertu mikil Bjartmanns manneskja? Já, það leynir svolítið á sér, sko. Hann er töffari. Ferðu eftir textanum, er þetta, þegar þú ferðir, er þetta, ekki mikill ís og ekki mikill kók? Já, nei, ég get nú ekki sagt það. Nei, en þú biður einhvern að rétta að kveikjara? Já. Þarna tekið við. Við hérna þökkum kjallaði fyrir að hlusta og bara takk fyrir að hringja. Er þið bara takk sem leið? Glæsilegt, takk, það er 1-1 á drengjónum. FM. Halló. Það er Steindi. Það er Steindi. Já. Týnda kynslóðin, komið 2 í röð, maður. Týnda kynslóðin, það má ekki vanmeta þetta lag. Þetta er svo mikið partílag og fólk er að uppgöta núna einhvern veginn fyrst finnst mér. Þetta er geggjað lag. Takk fyrir að hringja, vinnur. Þetta er geðvikt. Ok, bye. Það er 2-1-0. Ég sendi Bjartmar SMS-i. FM. Góðan daginn. Góðan daginn. Það er ekki allir sem vita það, en Bjartmar Guðlaugs er fyrir tengdapabbi Sveppa Krull. Já, þvílíkur tjóðlar hann heppinn á Sveppi. FM, hvað segir þú? Hvaða lag fannst þér best? Góðan daginn. Og hann er að fara á ball. Sjálfsögðu, Týnda komið með 3. Við erum að fara á balli á Möstrubóði í kvöld. Nó. Já. Jöfnveld er ég ánægð með það. Er það lettana heldur að verði, sko? Það er lettuna maður. En hvað heldur þú að verið vakandi 3 í nótt? Já. Þá er þessi meistar rétt að byrja. Já, þá ertu rétt að byrja. Þú byrjar að keyra í núna, ég heyri það. Já, væntanlega. Jöfnveld er ég ánægð með það. Þú voru að þreka fram á ball. Leiðin á lettum. Já.
Takk fyrir. Er ekkert verið að gefa mið á nettinu það? Nei, því miður erum við ekki að því, maður. Reyndu bara að rekast á Mössulbóiðna fyrir utan. Já, hann elskar að gefa miða. Já, við reynum að rekast. Já, ég reyna að ná honum. Já, þú er ekkert þessin, ég verður hann feskur. Takk fyrir að ringja og góða skemmtur í kvöld. Já. Máka heim. Herru, það er 3-1-0, ég er ekki komið. Punkt FM. Því líka kótilegtur þarna. Já, góðan daginn. Já, góðan dag. Hvaða lag fannst þér best? Ég ætla að kjósa Steinda. Steinda, það er Þetta kjósa lagið að Steinda sem ég var með eða Steinda í keppninni? Lagið sem að Steindi var mikið. Ok, lagið, það er Týnda Kynslóðin. Það er misskilningur. Málega strákar, þetta lag, þetta er bara svo mikið partí. Það er ekki hægt að toppa, ég er lofa ykkur. Þetta er, takk fyrir að ringja, vinnur. Ef þú hlustar á hátt, þú mátt aldrei hlusta á Týndu Kynslóðina nema að hafa allavega í svona 80% levelum á græðaninu. Hvaða lag finnst þér best? Já, Steindi. Steindi, herru, hann er búinn að vinna þetta 5-1-0, ég komst ekki að blað. Herru, er það að grínast? Týnda Kynslóð. Ekki vanlítana. Og þú heyrir það, þetta er fólk á öllum aldri. Hvað ert þú gömul? Ég er sko 32 eða eitthvað. Og 32 ára, já, þú heyrði það, þetta er bara fólk á öllum aldri. Það voru menn að hringja á lett og þeir voru á leiðin á lettuna, Týnda Kynslóðin. Hún er 32, Týnda Kynslóðin. Það er alltaf gerast. Já, og ég meni þess að hringja frá Svíþjóð, ég hlusta hann alltaf á okkur. Æ, takk fyrir það. Takk fyrir það, erum við... Heia Sverige. Býtu, erum við að tala um að ertu í Malmö eða? Nei, Gautaborg. Gautaborg, brotaðu svenska. Ég hef nú farið á kebabstað þarna í Malmö sem heitir Pizza Nú. Ég mæla ekki með honum, hann var hrikalega. Nei. Hann var mjög þurr. Já. Herðu, bara takk hérlega fyrir að hringja og bara góða skemmtur í Svíþjóð. Takk fyrir þetta, góða skemmtur í Svíþjóð. Ok, þar hafið það Steindi vann þetta 5-1-0, þetta var allt og mikið bust. Þetta var eiginlega bara sorglegt fyrir okkur Egil. Og líka þið Steindi, því að þú átti nú lag í keppninni. Já, en ég, eins og ég segi, ég er alltaf til í að tapa mútið Bjartmari. Já, næsta lag, ég ætla að peppa hérna, sko, eftir Rappi Reykjavík hjá Dóra Díana og Gauki Úlfars, þá ég fann að kanna mun fleiri hljómsveitir og fann að hlusta því maður er bara orðin gamall kall og þetta finnst mér alveg geggjað band og hrikalega flott lag og þetta er Sturla Atlas sem að voru mitt annað, tekum á þessu. Á förstu degi, þetta eru Sturla Atlas band með lagið Talk. Já, við erum að bara falla á tíma hérna, við þurfum að fara að loka þættinum og kveðja. Búið að hrikalega gaman að vera með ykkur strákar mínir. Erum við félagarnir í fríi næsta föstudag? Já, það er þjóðhátíðardagur Íslendinga 17. júní og þá verðum við ekki hér. Þannig að við, sko þetta var næst síðasti þátturinn okkar á árinu. Já. Nei, næst síðasti þátturinn okkar fyrir sumarfrí ætlaði að segja. Já. Því að það er engin þáttur næsta föstudag 17. júní, svo erum við með 1 þátt og svo komum í júní og við erum í sumarfrí í júlí eins og síðust eða undanfarin ár. Búið algjör veisla, við minnum á myndbandi hjá Aglin á YouTube, Muscle Dance og Getto Betur hjá Steinda Junior í kvöld. Hvernig byrjar það? 1955. Og ég er á The Carlet í kvöld. Já, Kótilettan síðan. Ég hvet fólk til þess að sleppa því að horfa á Rúmeníu spila fótbolta í allavega seinni hálfleikinn og horfa á Getto Betur. Guðana bæni. Tek undir með Steinda þar. Þetta er rólehelgjörni. Ég er endur að fara að keppa í golf á morgun á Skaga. Ef Ísland var að keppa á saman tíma Getto Betur, þá myndi ég segja horfi á Ísland. En takk ég Getto Betur á tímaflækinu. En í kvöld, saltið í Rúmeníu, guðan almáttu Rúmeníu. Góða helgi, kæru hlustendur, og við heyrumst eftir 2 vikur. Takk fyrir okkur. Takk.